Já, Chess After Dark hefur hafið göngu sína við ljúfa undirtóna strúktúrlagsins. Já. Bjarni Traustason endur sem áður. Geggjalag, þá kunnum honum bestu þakki fyrir og strúktúr gera það líka. Strúktúr eru þetta Límtré og Límtréshús sem við ætlum að minna á í dag. Það er alltaf að velja. Já, það er mýktin í Límtrénu sem gerir að tilvalið fyrir íslenskar aðstæður og þetta bara vörulínan frá strúktúr í heild sinni alveg frábær. Já. Langbestir. Já, eitt í viðbót áður en við komum að gesti kvöldsins. Það er samt tengt gesti kvöldsins því að gesti kvöldsins er ávallt vel til fara og við fengum sérstaklega kveðju frá Sútöp. Já, Sútöp Júni gengin í garð með útskriftum, brúðkaupum og fleiri veislum framöndan. Hvetjum ykkur til þess að kíkja þangað. Kom betur að því eftir. Mér langar að ræða Sútöp aðeins við gestin en gestur kvöldsins er Ármann Þorvaldsson. Ármann hóf störf sem forstjóri Kviku í ágúst 2023. Hann hafði áður starfað sem forstjóri Kviku árin 2017 til 2019 og aðstoðarforstjóri Kviku árin 2019 til 2022. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk hérlega fyrir. Þetta hafðist hjá okkur. Já, voru lengi að ná þessu saman. Þetta búið að vera svona 2 ára prósess, þannig að þetta verður veisla. Biðin þess virði. Já, ef við byrjum á þeirri mæta góð spurningu, hvernig liggur á þér? Það liggur bara príðilega á mér. Það ekki? Já. Komin í sumarskap. Já, það er svona allavega nálgast það, veðrið mættu vera betra en ég er bara í góðum gír. Já, frábært. Geta forstjórar að tekið sér sumarfrí? Já, þeir geta það, en maður er yfirleitt alltaf með síma með sér og fer yfirleitt í tölvuna á hverjum degi svona, svara tölvupóstum og svo leiðis, en maður reynir svona að slaka á eins og maður getur. Er búið að læna einhverju skemmtileg upp í sumar? Aðalferðin hjá mér, já, hvað ég má segja, það er nú alltaf hægt að kalla í sumar, en ég er að fara 2 vikur í byrjun september í svona siglingu og hjólaferð til Króatíu. Já, geðveikt. Ég er mjög spenntur fyrir. Ég reyndi að koma til Zagreb en ekki á strandlínuna. Já. Og er með mjög skemmtilegum hóp, þannig að ég er spenntur fyrir því. Svo er einhverja minniferðir líka í sumar. Já, ekki. Lagalegt. Já, mér langaði að minnast á Sútöp. Ármann, ertu Sútöp maður? Já, ég vesla bara talsvert við þá félaga og þetta er mjög sniðugt og vel hefnað höfum. Já, sammála því. Við erum að kíkja á Jökul og Egil tækifæri. Já. Ef við byrjum að hjóla í mannin og við starfa á fjármálamarkaði í rúm 20 ár og farðum við með öll framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings, framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, framkvæmdastjóri hjá fasteignalánafélaginu Ortu Secured Finance í London og auðvitað forstjóri Kviku í dag. En ef við byrjum á byrjunni þá ertum við BA í sagnfræði. Já. Hvernig er það sagnfræði og fjármálamarkaðir? Er það eitthvað sem á vel saman? Já, reyndar svona í seinni tíð ef ég eiginlega komist að þeirri niðurstöðu að þetta við hjálpa með miklu meira heldur en ég svona kannski áttaði mig á meðan, hef áttað mig á undanförnum áratugum. Ég fór í sagnfræði reyndar af því ég ætlaði að vera kennari, menntaskólakennari og báðir foreldrar mínir eru kennarar og þetta er dálítið ættgengt, dóttir mín er kennari og kona mín er kennari, en ég ætlaði að læra sagnfræði til þess að kenna sagnfræði í menntaskóla og síðan bara meðan á því námi stóð þá smá saman svona hneigðist hugum minn frekar til þess að fara í eitthvað annað. Ég hugsaði þetta nú alltaf þannig að mér langaði eiginlega bara að vinna á skrifstofu og vinna með fólki. Ég var svona verið meira félagslindur á þessum árum. Hafði ekki verið það áður og þannig að þá fór ég í MBA-nám í Bandaríkjunum á þess að eiginlega vita hvað það væri og það leiddi mig síðan inn í fjármálageirann. En sko það sem maður lærði í sagnfræðinni var bæði að tala mjög eða tala og skrifa góða íslensku. Þar að segja þetta er alltaf að skrifa ritgerð og það er alltaf verið að fara yfir textan og gengur mjög mikið út á að tala góða íslensku eða skrifa góða íslensku sem jafnframt síðan verður til þess að tala þá betri íslensku heldur en alltaf. Það geta að segja þessi stórkostlegur
en og svo líka það að skrifa ritgerðir og vera að skrifa bækur, það svona tengist aldrei inn í fjármála heimi, sérstaklega ég var náttúrulega í fyrirtækjaráðgjöf lengi framan af og þar þú ert að selja fólki að kaupa í einhverjum fjárfestingum eða kaupa ykkur félög, þegar það eru útbúið eitthvað, þá ertu yfirleitt að búa til einhverja sögu fyrirtæki sem þú ert að benda fólki á að vera sniðugt að kaupa í og það strúktúra ritgerðir og svona held ég að við gagnast mér mjög mikið og það að skrifa og tala góða íslensku held ég að við hjálpa mér mjög mikið, maður svona mannmetu það held ég dálítið hvað við dæmum dálítið fólk eftir hvernig það hvort að tala í góða íslensku eða ekki og má ég vel færa rök fyrir að það sé ekki oft sanngjarnt. Nei. En maður svona fólk sem tala mjög góða íslensku manni finnst það að vera greindara heldur en fólk sem talar lélega íslensku. Samanlega því. Og eins og ég segi það er ofta ekkert sanngjarnt en ég held að það hef alveg hjálpað mér í gennum tíðin að vera góður tungumálmaður og svona hjálpa menn að fá framgang. Ég er ekki að segja þessi einn ástæð en ég held þetta hafi gagnast mér, ég svona hallast frekar að þetta hafi verið eiginlega bara mjög gott nám fyrir það sem maður fór síðan í. Já, okkar maður Agnar Tómas Möller, hann tók hann til fyrirmyndar og fór líka sakfræði. Já, einmitt. Sem hann tók þetta á öfumenda sko, en núna í henni. Já. Agnar Tómas Möller, við þurfum að fá hann meistar aftur. Já, alltaf langt síðan síðast. Mikil meistari. Já, þú sem sagt ferði í MBA-námið síðan til Bandaríkjanna og hvernig vingsastu síðan inn á fjármálamarkaðina? Já, þetta var þannig eins og ég sagði að ég vissi frekar lítið ég hafði aldrei haft neitt sérstakann áhuga á viðskiptum þegar ég var yngri og hafði í raun og veru ekki sérstakann áhuga á viðskiptum þegar ég fór í MBA-námið. Ég var meira að hugsa þetta gæti verið skemmtilegt. Og síðan þegar ég fer þarna út þá hugsaði ég með mér, það væri örugglega sniðugt fyrir mig að sérhafa mig í einhverju svona tæknilegri hluta námsins, maður þurfti að velja brautir, markaðsfræði, stjórnun, endurskoðun eða reikniskil eða fjármál og mér fannst þetta fjármál hljóma svona dálítið eins og að væri eitthvað svona tæknilegt og ég vildi velja tæknilegt af því að ég hugsaði ef ég kem hérna með sagnfræði bakgrunn að þá fólk ekki eftir að hvað maður segja gefa manni smá afslátt eða ekki meta mann eins og maður sé öflugur í viðskiptum bara með það. Þannig að ég ákvað að taka mikið af fjármálakúrsum en það sem kom síðan bara í ljós var að það var eiginlega það sem mér fannst langt skemmtilegast og lá bara best við mér. Þannig að þegar ég kem aftur heim til Íslands eftir námið í Boston að þá fór ég bara og sótti eiginlega á þjónustumiðstöð ríkisverðbréfa hjá Landsbréfum og svona þessum verðbréfafyrirtækjum sem voru þá bara eiginlega að byrja. Fjármálamarkaðurinn var náttúrulega á þessum tíma, þetta 94 var bara var bara að verða til í raun og veru. En ég reyndar fekk vinnuna þannig að pabbi minn hitti frænda okkar á málverkasýningu sem vann þá hjá Kaupþingi og spurði hvort það var ekki til í að hitta drengin og þannig að ég fekk viðtala allavega út á það og var síðan ráðinn eiginlega bara í viku það var í lokás 94 þá var ég ráðinn til þess að gera upp frumútboðið á Lyfjaverslun Íslands, það var allt komið í eitthvað svona, það var mikil eftirspurn og uppgjöru var allt í kleinu, þannig að ég var bara fenginn svona að grafa mig onni í þetta og reyna að mattsa greiðslur og gera þetta upp og sem að bara tókst ágætlega og ég bara hélt áfram hana. Brandarinn í Kaupþingi var alltaf að fólk hefði bara gleymt að segja mér að fara heim því ég var ekki ráðinn í meira heldur viku en þannig byrjaði þetta. Já. Hvar var Kaupþing á þessu tíma? Kaupþing var hvar? Já, bæði hvað og hvar? Hvað og hvar, já. Kaupþing var verðbréfafyrirtæki og lítið verðbréfafyrirtæki, ég held að það hefur verið maður 28 starfsmenn eða eitthvað pluss mínus 30
og var staðsett á einni hæð í sjóahúsinu í Kringlunni og þannig að þetta var mjög og var á þeim tíma það var verðbréfamiðlun fyrirtækjaráðgjöf og eignastýring það var það sem að fólk var að sinna Sko þú starfaðir aðeins á fyrirtækjaráðgjöfasviðinu á tímabili sko, eitt sem ég lákaði að ræða við Ármann, hvað klikkaði í útboðinu hjá Íslandshótel? Já sko, ég held að það hefur nú verið nokkri þættir en kannski í grunninn þá var það þannig að væntingar kaupenda voru ekki í samræmi við væntingar seljanda þeir sem voru að selja hlutin í Íslandshótel höfðu töldu að þeir þyrftu að fá ákveðið verð sem að stofnana fjárfestar hérna heima voru bara ekki tilbúnir að borga síðan var útfærslan ég held að bæði Íslandsbanki og Kvika sem söluaðilar þá held ég að menn hafa alveg talið að það hefði verið hægt að það var margt sem var vel gert í þessu útboði sjálfur upplýsingafundinni gagnvart fjárfestum en ég held að líka fólk hefði talið að eftirfylgning kannski hefði mátt vera betri í kjölfarið á fjárfestakynningunum en síðan þetta held ég líka bara aðeins merki þess hvaða dálítið döpur stemningin því miður á hlutabréfamarkaðnum og fjárfestar að horfa þó að ég held að einlega flestum sem að fengu kynningar þótti Íslandshótel mjög áhugavert félag að þá bara verið að horfa á verðlagninguna í samræmi við önnur félag á markaði og þau eru öll að fólk, það hefur verið eiga viðskipti með þau á verðmati sem langt undir því sem að flesti myndu kalla sannvirði og það sé erfitt að segja hvað nákvæmlega sannvirði. Þetta ekki líka dálítið spurningum tímasetningar eins og þarna þú getur farið í næsta banka og fengið 10% vexti á bók af hverju ættir að taka sensin og að fara í eitthvað útboð á einhverju fyrirtæki sem kannski þekkir minna? Jú, ég held náttúrulega svo staðreynd að þú getur fengið 10% vexti með að setja eða tæplega það með að setja peninga á innlán að það gerir það verkum að verðlagningin á markanum og bara áhugin á hlutabréfamarkanum miklu minni og verðlagningin lægri og þá verður þetta oft þannig að það verður erfitt að ná saman kaupendum og seljendum í svona tilvikum. En nú bara erum við blautur á bak veirin við Leifur. Það samt ekki þannig að eins og við sáum bara sem dæmi í Íslandsbanka útboðinu að þá var einhver búin til einhver umfram eftirspurn auðvitað var þá lágur vextir og allir tóku þátt en var ekki að sjá þetta fyrir þurftu þeir að fara í útboðið hafði ekki getað bara slaufa þessu að því að áhugin var ekki meira er ekki að kanna áhugan áður en farið Þetta ef við má aðeins bæta við þessa spurningu sko að því við vorum að tala stofnunarfjárfestana hvernig samtalið fyrir útboð eins og hversu mikið hægt að hitamæla þessa stóru aðila sem eru hvað vega mestur og skipta mestu máli? Jú, það áalveg verið hægt það sem var reyndar í þessu og hefur verið gert í undanförnum útboðum að það hefur verið settur það var planið var auðvitað að finna hvar stóru fjárfæstinu væri til í að kaupin í félaginu en það sem var gert í þessu útboði hefur verið gert að menn setja í raun og veru lágmarksverð og það var kannski það sem að gerði það verkum að þetta brást þeirra og hólma á komið að þetta lágmarksverð var talsvert hærra heldur en að fjárfæstanir gátu sætt sig við. Ég held að væntingar seljanda voru kannski jafnvel að það yrði umfram eftirspurn og væri jafnvel hægt að fá hærra verð heldur en þetta lágmarksverð. Það var bara ekki tilfellið. Ekki að þú setja eitthvað sérstaklega talsmaður Íslandshótel í kvöld en virkar útboð þannig að þeir buðu út 13 milljarða það voru 8 milljarða sem þeir fengu hefur ekki þetta farið bara með þennan 8 milljarða hlut í kaupullina og þá bara Ég held reyndar, nú voru þið fyrir að spyrja maður, þessi tæknilega spurninga, en það er alltaf lagi, en ég held að í fyrsta lagi þá held ég að nú verið, held ég að það hefur verið skuldbinding að það þyrfti að klára þá fjárhæð sem að talað, en það er líka þannig að það er svona smá bursið frá því, þá er svona ábyrgðar hluti að
fara í útboð þar sem þú nærði ekki markmiðum þínum Já. og selja fjárfestum þá þessari lægri upp að þegar þú veist eiginlega að eftirspurnin var þú veist, undir því sem vænt var það er svona eiginlega, getur eiginlega gefið þér að verðið muni lækka í kjölfarið Já, algjörlega, kannski bara til að slá botnin í þetta ég meina, þetta útilokkar ekki Íslandshótel fyrir að marka ekkert tíma síðar Nei, það gerir það ekki Nei. Mason Westman Wow. Já, Ég var að fá nýja sendingu, fekk SMS á hann, ég skuldaði nokkur Rósa kampavinnið, Já. ég hef bara aldrei smakkað hana eins sko Þetta er ekkert eðlilega gott og svo ég byrja nú ekki á hvítvinnu en það geti tekið lengri tíma hann að látum þar við sitja Mason Westman.is Já, kannski minna á það að þetta er selt á hinnum ýmsu Michelin veitingastöðum út víða heim Já. En ef við færum okkur yfir í sölun á TM Ármann, þið tilkynntu í vikunni breytingar á starfsemi skrifstofu forstjóra í kjölfar sölu á tryggingafélaginu TM til Landsbankans löðinu starf aðstofforstjóra og verkefnin færast yfir á aðra stjórnendur í bankanum Ef við byrjum á því af hverju ákváðuð að fara í þá vegferð að selja TM? Þegar ég kom inn hérna síðastlið haust þá voru nýbúnar þessar samruna vera milli Íslandsbanka og Kviku sem að slitnaði upp úr og ég fór ásamt mínu fólki í svona smá stefnumótuna vinnu að hérna meta það hvort að við vildum örugglega vera í allri þeirri starfsemi sem við erum og niðurstaðan var svo að við töldum betra upp á framtíðina að í raun og vera hætta í tryggingarrekstrinum og að fókusera betur, einbetta okkur að bankastarfseminni og það var svona undirliggjandi ástæðan. Það hefur sjálfur samrunin við TM og Lykil samrunin var í raun og veru mjög vel heppnaður. Það hefur tekist þegar við og kannski ástæðan fyrir því af hverju ráðist í hennar samrun á sínum tíma er ekki hvað síst vegna þess að Lykil og Kvika pössuðu mjög vel saman. Þannig að þetta var í raun og veru samrunni 3 félaga og sá samrunni Lykil er sameinaður inn í Kviku og þar skorinu mikill rekstrakostnaður og lánasafnið allt endurfjármannað og lægri kjörum. Síðan var hugmyndin með TM auðvitað og sem varð að þetta viðbóta stöðundir reksturinn sem myndi auka fjárhagslega styrkleika bankas og ég vil hjálpa þannig til í bankareksturinnum óbeint og einhverju leyti gerðist það en hins vegar og það voru líka einhverjar væntingar, það var reyndar ekki aðalatri en það voru einhverjar væntingur að væri kannski að krosselja meira tryggingar í gegnum bankastarfsemina. Niðurstaðan þar var að þú veist, okkar starfsemi okkar bankastarfsemi þannig að það dálítið erfitt. Við erum ekki með sama viðskiptavina basan og tengslin eins og stóru bankanir. Þetta er ekki eins og Arion og Vörður sem dæmi? Nei, við erum bara ekki með þannig þó við séum í bankastarfsemi til einstaklinga þá erum við að gera á annan hátt heldur en stóru bankanir og höfum ekki alveg sömu tengslin eins og þeir hafa við viðskiptavinni, bæði fyrirtæki og einstaklinga. Og svo var líka þannig að svo var þetta líka þannig að það var eiginlega dálítið erfitt upp á hvað maður segja, verðmyndun á bankanum eða samstæðinni að vera með tryggingafélag inni. Já. Það náttúrulega hafa alltaf verið tryggingafélag á markaði eins og nú eru Vís og Sjóvá og TMR á markaði og öll þessi félag eru með stórar fjárfestingabækur eða stórar stöður á hlutabréfamarkaði þannig að afkoman þeirra sveiflast mjög mikið. Verðlagningin hins vegar á þessum félögum eins og Sjóvá og Vís, hún sveiflast eins og ekki eins mikið og afkoma vegna þess að fólk metur þessi félög þá á margfaldara á eigið veit að þetta afkoma sem fer upp og niður og stundum koma ár eins og 21 þar sem að þessi félög græða á tá og fingri og svo koma mögur ár á eftir en hjá okkur var þetta dálítið þannig að því að TM bara hluti af
stærri samstæðu að þegar að bæði þegar afkoma sveiflaðist mjög mikið upp á við eins og 21 að þá virtist markaðurinn svona meta þetta bara að setja vaff á markvaldara á afkomuna og gengið hækka mjög mikið og þá þótt okkur þetta bara fínt sko. En síðan í árin í kjölfarið þegar markaðurinn að lækka mikið að þá einhvern veginn fór vaff á markvaldarinn bara að þá yfirferði fólk bara einhvern markvaldara á mjög lága afkomu í TM þannig að þetta svona það var líka óþægilegt en það var líka bara engin samlegð í tryggingarekstrinum og bankarekstrinum við vorum búin að ná samlegðin út í Lykli og við töldum að við getum fengi gott verð fyrir TM og við töldum líka að fyrir það sem fengist fyrir félagið gætum við allavega talsverðum hluta nýtt betur inn í bankanum og stækka lánabækur og aukið arðsemin og minnka sveiflunar í arðseminni og það eiginlega grunnurinn á bak við þessa sölu. Var það kannski þannig að við alltaf fengum Marino í þáttum til okkar og hann reddi þetta aðeins TM uppgjöri var að hafa ansi mikið, þegar var svo stór partur af öllu kaukubattinu, það ansi mikil áhrif á öll uppgjör bankans og er það ekki rétt hjá okkur eða? Jú, og bara eins og ég var að nefna á hann þetta hefur í för með svo mikla sveiflur á afkomu bankans og sem að síðan hefur mikil áhrif á gengi bréfana og sem að svona hlutunum okkar þykir ekkit sérstaklega þægilegt. Sko, maður einhvern tímann heyrt að svo þægilega tryggingafélag þegar með svo dyra sjóði en þið takkið samt ákvörðun að sé betra að slíta þessu? Já, ég held rekstur tryggingafélag hefur yfir löng tímabil verið bara mjög góður rekstur og fjárfestingar í þeim hafa reynst yfirleitt mjög góðar þó að þessar sveiflur séu. En þú veist, allt hefur sitt verð og við töldum að við getum fengið ágætist verð fyrir félagið og eins og ég nefndi á hana þá töldum við líka að við getum bara náð góðri arðsemi á þá fjármuni sem að við fáum fyrir félagið og ákveðum að halda eftir í bankanum. Já, fyrir utan alltaf fjármunum sem þið fáið fyrir að selja félagið, náðu að spara eitthvað mikið í overhead? Við náðum alltaf ekki að spara í overhead við að selja. Nei, eins og ég er að tala bara eins og til dæmis með aðstofafórstjórann núna í vikunni og svo. Já, ég held að þetta sé freka það við það að selja TM að það kalla dálítið á það að hluti af yfirbyggingun í bankanum er kannski meiri heldur en hún væri ella ef við værum ekki í tryggingastarfseminni og það kallar eiginlega á að við konum leiðir til þess að minnka yfirbygginguna og kannski þessa breytinga sem við vorum að segja frá í vikunni sem var mjög leiðilegt að gera svo það sé nú sagt að það var aðalega ræða sem að hafa staðið sér mjög vel að þá er það bara þannig að við kannski þurfum minni yfirbyggingu eftir því sem að við það að TM fer út. Já, þú erum aðeins búin að nefna þetta en það er spurningin að varstu ánægð með verðið sem þið fengu fyrir TM? Ég var bara ágætlega ánægð með það, já. Ég held að þetta sé reynda mjög gott verð fyrir Landsbankann. Ég held að þar, og ég veit að Landsbankinn telur það og ég veit að stjórnendur í TM telja að það séu meiri tækifæri að stækka félagið og auka arðsemi þessi í eigu Landsbankans. Þannig að ég held að þetta séu góð kaup fyrir Landsbankann. En ég held að þetta hefði líka verið mjög gott verð fyrir okkur. Þetta var mjög sambarilegt verð eins og meðaltalskennitölur á skráðu tryggingafélagunum. Þannig að þetta var á svipuð verðið og þið voru að búast við? Já, ég myndi segja það. Já, gott. Sko, það kom mér á óvart á þessum tíma að þú hafi verið tekið aftur við forstjórastólum eftir að Marino hætti. Ég einhvern veginn hafði á tilfinningunni að þú voru búin að kalla þetta gott í forstjórasætinu. Hvað kom til að þú slóst til? Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Ég taldi Það er sorry, ekki fram fyrir Amman. Það er fréttatilkynningin þegar að Marino er ráðinn að þá er einmitt viðtalið þig sem þú segir að þú vilja fara að gera eitthvað annað. Já,
ég held ég hef nú líka bara sagt sko, þegar ég hætti náttúrulega sem fósturi þá bauðst ég til þess að vera aðstofafósturi áfram og í raun og veru einbeita mér að viðskipta þróun við vorum svona, maður vissi að það væri ákveðin tækifæri í að sameina til dæmis eins og TM og líkil við bankan og líka í kaupum á öðrum fyrirtækjum eins og við fórum síðan í og og mér fannst bara í fyrsta lagi sá ég tækifæri að fókusera á það eða einbeita mér að því og á sama tíma að þá var ég alveg til í að minnka þetta daglega amstur eins og ég held ég að við orða það er náttúrulega það að vera stjórnandi í banka eða vera fóstur í banka held ég að sé örugglega eitt erfiðasta fósturastarfið það er bara svo mikið regluverk og það er svo mikið eftirlit og það er og svo mikið álag í raun og veru, þú ert alltaf að taka einhverjar ákvarðanir að taka áhættu og svo koma góðar og slæma fréttir af því og þannig að þetta er mjög erfitt þetta er mjög erfitt starf og eftir smá tíma, eftir nokkur ári í þessu, ég var svo sem búin að vera var búin að vera bankastjóri líka áður í gamla daga og þannig að mér fannst mér langaði mikið til að vera áfram hjá Kviku en mér langaði samt í svona að losna undan þessum hluta og það var mjög skemmtilegt tímabil þegar ég var þarna sem aðstofafóstjóri síðan var ég eiginlega eins og þú segir ég var eiginlega að hugsa þetta þannig að ég væri aðeins að bara fara að minnka eins við mig og ætlaði kannski að taka mér einhver stjórnunarstörf eða fara að gera eitthvað annað svo bara þegar ég var búin að vera í því tímabili í nokkra mánuði þá var mér farið að dauðleiðast og ég komst í raun og vera þeirri niðurstöðu að það er að þessi leitin að þessu fullkomni stöðu þar sem þú ert að vinna eitthvað hæfilega mikið og getur haft tíma til þess að fara í frí og svona þetta er ekki, maður finnur þetta aldrei maður er eiginlega alltaf bara svona hæfilega óanaður þegar það er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera þá hugsa maður til þess hvað að veri gaman en maður væri nú bara út á tenni að spila golf og svo kemst maður í þá stöðu að fara til tenni og spila golf og þá er maður að deyja úr leiðindum og fær svona dálítið svona fómo, maður heldur að allt sé að gerast á þess að maður sjálfur viti af því núna á meðan að þegar maður er náttúrulega í þessari stöðu þá veit maður allt sem er að gerast og þannig að þegar maður er nú ákveður að hætta og ég fæ símtali hvort að ég væri nokkuð til í að skoða að koma aftur að þá var ég bara á þeim stað að mér leiddist aldrei en líka svo þótti mér þykir rosalega vænt Kviku og fólki sem vinna þar og mér finnst þetta mjög spennandi fyrirtæki og spennandi verkefni og líka því að það var bara búið að vera erfitt ástand á mörkuðum og svona og maður langaði að leggja sitt að mörkuðum við að reyna að snúa því við og og þetta er mjög skemmtilegt en þetta er mikið álag líka ekki spurning, sko mér finnst alltaf gaman að spyrja fórstjóra, hefur gengið einhver áhrif á svefniðin? Nei, sko já og nei ég myndi bara fyrir mig persónlega, ég á alveg hluti í bankanum ég hins vegar er miklu meira að horfa á þetta bara fram á veginn ég er náttúrulega bara og fólki í bankanum að vinna því að bæta reksturinn og ef allt text sem maður er að gera þá veit maður að það skila sér á einhverjum tíma en þannig að ég er ekkert mikið að hugsa þetta út af því en það er hins vegar þannig að þetta skiptir hluthafana máli og maður veit að menn mæla dálítið bara árangurinn eftir hlutabréfaverðinu og þess vegna er maður fylgismann og kannski með þessu en ég er ekki mjög upptekinn af þessu dagstælega Nei. Loka markmið eins og það er auðvitað að gengið hækki að sjálfsögðu
við vorum að bera saman að vera á tenni og spila golf og það að vera í forstjórastólunum í eldlínu að taka ákvarðanir sem að er oft háðar þungu regluverki og bara mikill í pressu frá hlutum og öðrum sko, maður auðvitað sér hvernig fór fyrir Birnu, maður sér fjölmiðlafárið í kringum Landsbankan og kaupin á TM og hvort að það sé eitthvað sem að ríki ætti að standa í og þetta er einhvern veginn allt undir smásjóni hjá alþjóð. Fannstu fyrir pressu og einhvers konar stressi í aðdraganda sölunar á TM þegar þú sást að Landsbankinn... Þú voru að stækka báknið? Já, ég náttúrulega, eins og ég segi, maður nú eiginlega bara alltaf undir pressu og smá stressi, sko, mismiklu. En auðvitað þessi sala dálítið stórt atriði fyrir Kviku. Sölu virði tiltölulega hátt hlutfall af heildarmarkaðsvirði bankans, þannig og sölu andvirði sem við ætlum að hluta til náttúrulega greið út til hlutafa en við ætlum líka að nota til þess að stækka bankan að það skipti okkur auðvitað miklu máli að þetta myndi raungerast og þess vegna, hafði maður alveg áhyggjur þegar, hvað maður segja, þetta upplöf var þarna Landsbankamegin eftir að búið vera að ganga frá, samþykkja þetta bindandi kauptilboð að því að þó þetta sé bindandi og það var niðurstaðan á endanum hjá Landsbankanum og bankaráðinu nýja að þetta væri bindandi skuldbindandi tilboð að þá sem þau emdu að þá þetta var verið að fara þarna átti ennþá eftir að klára síðustu metran á áreiðanleikakönninni og einhver óprútin mótaðili hefði alveg getað, búið sér til einhverja stöðu út úr því. Já. En við vorum sem betur fyrir að eiga við mjög grandvart og flott fyrirtæki í Landsbankanum þannig að þau komu mjög fagmannlega fram. Er þetta ekki bara done núna? Þetta er náttúrulega háð sem sagt samþykki fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins en ég held að það sé enginn sem að telji eða sjáu allavega maður veit aldrei en ég held að það sjáu enginn hvers vegna þetta ætti ekki að vera samþykkt. Já. Ég ljósi þess að þetta sé nú frekar augljóst að Landsbanki sé hæfur eigandi að tryggingafélaginu sem er spurningin sem að fjármálaeftirlitið þarf að svara og svo maður dálítið erfitt með að sjá hvernig það getur verið eitthvað skaðalegt samkeppnin eða Landsbanki sem er ekki í tryggingastarfsemi en hefur mikið áhuga á að byggja hann upp og auka samkeppni að samkeppniseftirlitið sé ekki ánægt með það. Já, algjörlega. Ef við spóla aðeins aftur baka, hvað varstu lengi að þeir eru döðleittist að samþykja tilboði frá Kviku? Hvað segirðu? Þegar þeir döðleittist á tenni og þeir hringdi, má ekki bjóða að taka fórstjórastæðið. Hvað varstu lengi ákveði? Ég tók ég man nú ekki einu sinni, hvar ég var. Ég held ég að verið, ég tók einhverja 2 daga í þetta og rætti þetta við frúna. Já. Af því að það var náttúrulega búið að vera að tala um það að draga úr vinnu. Já. En ég held að hún náttúrulega studdi mig í þessu og vissi að mér þykir þetta bæði spennandi og þó þetta sé mikið álag og mikið stress, þá er mjög gaman að vinna í banka. Já. Þannig að við ákveðum þetta eftir svona að sofa á sig í 1-2 daga. Það má heyra þér að Kvika er greinilega frábæra vinnustar. Já, ég myndi segja það. Þetta er bara frá ég byrjaði hana 2017 og svo sem orðið ýmsar breytingar og þetta er alltaf skemmtilegt eftir hvernig gengur en þetta er mjög skemmtilegu vinnustar mjög skemmtilegt fólk og yfirleitt góð stemning þó þetta stemningin núna aðeins svona sveiflast eftir hlutabrjöðavístölu en samt þannig að það er yfirleitt alltaf af góður andi. Já, algjörlega. Svo erum við þetta með Subway. Subway! Já, alltaf ferskt og þeir eru
sko, mér finnst svo geðvikt að muni bara 100 kalli á bræðingi og skinkubáti, sko. En sko Ekki það eru báðir góðir og skinkubátur auðvitað hlaðin af skinku, drekkhlaðin. Já, En bræðingurinn, óviðjafnan. já. Það spyr mig. BMT líka, pepperoni og sterkt pepperoni eða hvað sem það er hitaði ristalegur. Verð að segja rista. Ég er fyrir viti, sko. Já, þetta er bæði gott, bæði betra segja ég bara. Svo erum við þetta með bónus og sko, það eru stóra fréttir og það er tilkynning. Bónus, bræðarefurinn, lentur í verslunum. Við erum að tala um smartískurl, við erum að tala um karamellukurl og gott að það var ekki einn óvæntur glæðningur í viðbútan einhvers þar, þið verður bara að smaka þetta sjálf. Ég smakkaði þetta unnaður, eins og allar vörur frá bónus. Úr einu í allt annað þessar samrunaverðar sem að Kvika var við Íslandsbanka. Marun og Reddaðan þetta í okkur í kjölfara og sameiningaverðar við Íslandsbanka og svo fíaskóði sem átt sér stað í kjölfara á því sem að allir þekkja og eins og þú nefndir áhanleifur hann talaði hann tóka bara inn á sig hvernig var talað um Birnu. Þú varst náttúrulega ekki að starfa þarna í Kviku á þessum tíma en svona komin hann inn núna finnur að vera vonbriðin að Kviku að klára ekki hann samruna? Ég held að einhverju leyti en ég held líka að fólk var líka þú veist það er misjafnt eftir því hvernig þú spyrir en ég held að margir voru spenntir aðri voru kannski dálítið kvíðnir fyrir þessu að því að í raun og veru var verið að þó þetta sé að kalla það samrunni þá þetta er Kvika miklu minni en Íslandsbanki og Kvika hefðu þetta bara í einhverju mynd horfið inn í Íslandsbanka og skiptið á einhver máli hver hefði síðan leitt bankan en þannig að ég held að margt fólk hafi líka verið spennt fyrir að þetta myndi ekki gerast og við færum í þessa vekkferð sem við erum að fara í núna þar sem við erum að reyna að auka fókusinn á bankastarfsemina og láta félagið vaksa. Já, kemur þetta greina að fara aftur í samruna við Íslandsbanka eða einhvern annan banka? Já, ég hef í raun og veru svarað þessu þannig að við myndum seint fara að leitast eftir því en ef einhverju bankar hafa áhuga á samanstöðu okkur og koma með eitthvað tilbúð sem er áhugavert fyrir okkar hluthafa að þá náttúrulega bara skoðum við það. Ég myndi alltaf skoða og ég gerir ráð fyrir að stjórn myndi gera það á endanum ef maður bara reyna að finna leiðir til þess að auka ávöxtun hluthafa. Já. Hverjir áttu frumkvæði í Íslandsbanka viðræðunum? Það var Kvika. Var það ekki Kvika? Já. Einmitt. Nú er söluferðlið, nú er það í gangi á Alþingi, það er alltaf að klára að selja þetta. Fannst þér bara horfandi á þetta utanfrá, var Seðlabankinn aðeins svo grófur og kannski hvernig var að tala um Birnu og svo framvegis? Nú best fyrir mann að vera ekki að tjá sig mikið um það. Ég held að þetta bara undanfarin ár þá er það þannig að regluverkið sem að kemur náttúrulega 98% bara frá Evrópu og við heima fá að valkosti annað heldur en að innleiða það. Það er bara verið að þyngja það rosalega mikið og kröfunar til banka og annara fjármálastofnana það til dæmis hvernig er staðið að útboðum, hvernig markasetning fer fram, hvernig viðskiptavinir eru flokkaðir er orðið rosalega flókið og það er mjög erfitt að halda utanum þetta og passa að gera engin mistök og ég held að sé engin vafa því í öllum bönkunum og yfirgnæfandi hluti starfsmanna í fjármálafyrirtækjum, það eru allir að reyna að gera þetta vel en það er bara orðið svo flókið regluverkið að það er auðvelt að gera mistök og ég held að það var það sem að gerðist í Íslandsbanka. Ég er ekkert að segja að það afsaki allt en það er allavega hluti af sögunni. Já, vel svara. Maður spyr sig okkur ríki er að standa í sjöðan, það er önnur sag. Forsvarsmenn Stoða, stærsta einkafjárfestin sem í Kviku hafa gagnrýnt Seðlabankann fyrir að hækka vexti og fara ekki í vaxtalækkanir og jafnvel lítt undir verðbólguvæntingar. Maður spyr sig að því við erum aðeins búin að tala um þetta umhverju sem við erum í núna og ríkinu virðist ganga erfiðlega að draga úr útgjöldum og
þensla þar vextir virðast líka taka talsverðan tíma í að býta fólk geta skiptir í verðdreift og annað slíkt sáðu þið fréttum gera áskifar að tala um það Tónni var ekki Tónni var bara alls ekkit góður bjartur, nei, hann var ekki létti við mínum manni í gær, því miður Þetta ekki maður ásins svona 21 ég er ekki sko ef við ræðum aðeins bara almennar horfur á vaxtamarkaðum í dag Ármann, hvernig að reka banka í svona hávaxta umhverfi? Já, þetta háa vaxtastig nefnilega snerti bankana aðeins mismunandi. Já. Það sem sagt stóru bankanir af því að þeir eru með svo stóran hluta af sinni fjármögnun á svona launareikningum sem að bera mjög lága vexti og þeir hækka ekki mikið vextina á þá þeirra vextir í landi hjá Seðlabankans hækka að stóru bankanir hafi í raun og veru verið að hagnast þar talsvert þetta við hjálpaðum að auka vaxtamunina meðan við erum að langmestu leyti að fjármanna kviku með sparnaðarinn lánum í gegnum auði og við erum að fylgja þá í raun og veru Seðlabankanum í okkar kjörum nánast 100%. Þannig að þeirra vextir eru að hækka þá erum við ekkert að hagnast á því á því. En sem sagt og það sem kannski verra líka fyrir okkur að því að það sem við myndum kalla svona fjárfestingabankastarfsemi miðlunin, markaðsviðskiptin eignastýringin að hún náttúrulega dálítið háð veltu og því að á hlutabréfamarkaði virkum markaði. Já, virkum markaði og máli það þessir háu vextir hafa náttúrulega bara soga til sín dálítið mikið peningin þannig að það velta á hlutabréfamarkaði hefur minnkað og gengi félaga hefur lækkað og það hefur bara rosa mikil áhrif á okkur og hlutvæðslega miklu meiri heldur en á stóru bankana en þess að þessi starf sem hlutvæðslega miklu stærri hjá okkur heldur en þeim. Þannig að þetta hefur verið bara mjög erfitt umhverfi fyrir okkur en við erum samt að skila höfum verið að skila einhverjum 5-6 miljórum í hagna, þetta þó ekki verra en það. Nei. En við erum náttúrulega með okkar arðsemiskröfur að þá erum við náttúrulega við væntingar til þess að í svona, venjulegu sæmilegu ári að þá ættum við nú að vera einhvers staðar nær svona 9-10 miljórum. Já. Þannig að þetta hefur alveg verið erfitt og ég veit ekki alveg hvað maður á að vera bjartsýnum að vextir fara að lækka. Ég svona kannski vænti ekki til þess að ég muni lækka eitthvað en vandamáli heima þetta það að nokkur vandamáli en eitt varandi vextina þetta þessi útbreidda notkun á verðtryggðum vöxtum og maður sér bara fyrir viki þá býta þessar vaxtahækkanir miklu minna hér heldur en það gerir í flestum öðrum löndum. Ég nefnir oft dæmi þegar maður bjó í Bretlandi og vexti þar voru hækkaðir 0,25% eitthvað svoleiðis að þá var mikið hafari og fréttamenn fóru út á götu og tóku viðtal við Jón og Gunnu og bara hvað þetta þýddi fyrir þau að vexti var að hækka á húsnæðislánin og þau þurftu að fara að draga úr bjórkaupunum eða hverju sem það var en á Íslandi þá vextir verið hækkaði bara 3-4-5% og þá það eina sem gerist að Jón og Gunna hér þau greiðslubyrðin hækkar alveg rosalega mikið og hún hækkar svo mikið að fólk fer bara og tekur verðtryggt og hún greiðslubyrðin bara lækkar þannig hún verður minni heldur en þegar var byrjað að hækka vexti. Sko bara heyrðastu mín, ég sé að vexti var að hækka 3% það því að verðum 5 ár lengur að borga niður lánið, en það breytir einhver, skilur þú? Nei, þetta var nú bara svona krakkarnir mínir, eldri krakkarnir sem eru fluttir að heiman og eiga sinnar íbúðir og vorum einmitt með óverðtri lán og þegar vexti byrjuði að hækka og byrjaði þetta bara að býta mjög mikið og fyrst í stað þá byrjuðu að sína eitthvað smá aðhald og svo þangað til við föttu að þau gáttu breytt lánin í verðtryggt lán
og snar lækka greiðslubyrjina og þá var bara ítt á playtakkan á kassetutækinu og partíð bara byrjaði aftur. Já. Og þetta gerir þetta bara svo erfitt, sko. Svo held ég að sé að bætast aðeins á þetta núna að náttúrulega stærsta útflutnings greinin okkar, ferðamennskan aðeins að ströggla, þannig að má búast við því að kannski að krónan sé þá svona allavega heldur að veikjast, heldur en hitt og það náttúrulega setur eiku þrýstingin á verðbólguna í gegnum innflutt verðlag og þá verður erfiðar að lækka vexti. Já, svo getum við líka að tala að þú stýrivextir eitthvað 300-400 punkta og svo tilkynnti gærið ekki að allir fá vaxtastöðning 250 skall. Þannig að þá bara við heldur verðbólgunum bara prenta peninga, sko. Þannig að þetta svo það er. Nei, ég sá það ekki, byrju. Já, það bara allir. Ég fekk 250 skall aðeins á lánum mitt í dag. Það er svoleiðis. Takk, Bjarni. Já, maður spyr. Sko, þú minnist samt á að mismunandi starfsemi bankana hérna á Íslandi og hvernig þið eru aðeins frábrunir hvað það varðar að vaxtamismunur inn á innlánsbókum landsmanna kannski ekki alveg að vega mikill og önnur starfsemi á okkur. Sko, það verður samt að hrósa ykkur fyrir það að það er ykkur að þakka samt að hinir viðskiptabankarnir eru eitthvað nálægt vöxtum Seðlabankans. Fyrir tíma auðar þá var þetta ekki svoleiðis. Og vaxtamunurinn bara rosalegur, sko. Já, þetta var þannig þegar við byrjuðum með þegar ég byrjaði hana 2017 þá var maður mikið, þá var lánabókin hjá Kviku frekar svona, hún var lítil og meðal annars vegna þess að það var bara dálítið erfitt að fjármagna bankan. Við vorum fyrst og fremst að fjármagna með einhverjum litlum skuldabrúðgáðum en aðalega með því að taka svona peningamarkas innlán sem að voru ekkit rosalega dreifð og hentuð ekkit sérstaklega vel til útlana, þannig að ég fór aðeins að skoða hvernig væri hvað við getum gert í því og þá var byrjað að skoða þarna innan og svo möguleikan á því að búa til það sem síðar varð auður og það sem við sáum var að bankanir voru náttúrulega ekki að borga á sparnaðar innlán mjög háa vexti með að við vaxtast í landinu. Þá voru seðlabankarnir vextinir eitthvað 4% og stóru bankarnir voru að borga á óbundin sparnaðar innlán held ég að verið svona í kringum 0,5% og við hugsaum okkur við getum verið að borga 4% til einstaklinga og sem frábær kjarabót fyrir öll heimilin en þetta líka mjög góð fjármögnun fyrir okkur og við erum í dag með 50.000 innlánseigendur þannig að þetta mjög yfir 100 milljarða í innlán þannig að þetta mjög vel dreifður innlánastofn og það hefur náttúrulega verið eitt af skemmtilegast sem við hefum gert undanfarin ár að geta hvað maður segja að geta bætt hag heimilina svo má segja og á sama tíma og þetta hefur gert okkur kleift að styrkja okkur í útlánastarfsemi og auka samkeppni á þeim markaði líka gagnvart bönkunum þannig að þetta hefur verið rosalega vel heppnað en við náttúrulega erum bara í auði erum við bara með sparnaðarinnlán og við erum ekki með svona debitkorta þessar launareikninga nei, en við erum með þá hins vegar í aur og við erum svona, við náttúrulega fórum að stað með breyttan aur í fyrra en við erum ennþá að vinna í framsetningunni í appinu, markasetningunni á þessu en það náttúrulega dálítið markmið okkar þar að reyna að auka enn frekar samkeppnina á þess konar innlánum. Já, ég ætla nú bara að hrósa Ármanni og Kviku því að ég held að auður sé bara svona eitt og sér eitthvað flottast af þessi fjármálafyrirtæki og gert bara allavega frá því að ég byrja að fylgjast með sko. Og bara það er líka bara viðtökurnar hljóta að fara fram úr björstu vonum Kviku, eða mér finnst það allavega bara allir og ömmur að vera með reikning hjá auði sko. Já, takk fyrir þá. Ég meina að þetta veist, þetta veit maður aldrei hvort að einhver annar aðli hefði komið inn á markað en einhverjum
árum seinna, ég meina Indó kom nokkur árum seinna og er líka bjóða ágætis vexti þarna, en hins vegar þú tekur bara hver munurinn var á sparnaðarlánum með við seðlabankavexti á þessum tíma þegar auður byrjar og ef að sá munur væri ennþá í gangi í dag þá erum við að tala að það sé frá því við byrjum þá erum við að tala að þetta svo má segja flutningur upp á 10-20 milljarða frá bönkunum til heimilana sko. Ekki spurning, þetta var grettistak fyrir heimilin sko. Kannski er þetta ég ætla að segja, kannski er þetta heimskuleg spurninga með þeir eru með netgir og þeir eru með auði, þeir eru með aur þetta er ekki samt, þetta er allt dálítið svipað samt, er það ekki, eða gætu ekki verið með þetta í einu? Já, þetta er gætum við verið með þetta í einu, við gætum auðvitað sett þetta, við höfum kosið að í raun og veru fara í samkeppni við bankana á grundvelli mismunandi vörumerkja og í raun og veru appa já. og við erum að keppa við þá í bílalánum undir merki Lykils við erum að keppa við sparnaðarlánum með auði við erum í raun og veru að keppa við yfirdrætti og kreditkortalán og greiðsludreifingu svo má segja raðgreiðslur og svoleiðis í netgeru og síðan erum við að útfæra aur þannig að það verði samkeppni í á launareikningum í debitkortagreiðslum og bara í almennri bankaþjónustu og mörguleiti held ég þetta væri svona, mundi maður helst vilja bara gera þetta undir einu vörumerki og einu appi en þetta hefur samt gengið ótrúlega vel þar að segja auður einhvern veginn hefur bara er ofboðslega sterkt vörumerki þar sem að fólk bara treystir því að þar séu það að fá bestu kjörin það enda þannig að bankarnir eru líka bara að bjóða sambærileg kjöri en þetta fólk kunna meta það sé aldrei okkur að þakka þannig að við höfum mikla tryggð hjá okkar viðskiptavinum þar síðan í bílalánum þá lykil með ótrúlega sterkt vörumerki þar líka bílasalar sem þeir segja oft við viðskiptaðin viltu taka lán hjá bönkunum eða hjá Lykli og það oft þannig að fólk vil frekar taka lánu hjá Lykli og eins með auru náttúrulega sérstaklega í greiðslunum að þá tala fólk að aura þannig var leikbreyta maður sem og það í millifæslum hefur þetta verið ótrúlega mikil velgengni hjá aur og við verum að vonast til þess að geta nýtt það eins í almenna bankaþjónustu á næstu misserum en það dálítið erfitt að reyna og kannski að steypis öllu saman og núna þetta náttúrulega líka miklu auðveldara bara að vera með eitt app fyrir fyrir sparnaðarlán og eitt app fyrir greiðsludreifingu og það aðeins svona kostnaðarsamara en við höfum allavega metið að þannig hinga til að kostinni séu fleiri heldur en gallanir. Ef við höldum áfram í brainstorming í viðskiptaþróunina, hvenær ætlið þið að fara ná íbúðalónamarkað fyrir einstaklinga? Já, það hefur verið, við erum í raun og veru að vinna því. Við erum að, og kannski grundvöllurinn að því salan á TM. Gekja. Það að segja til þess að fara íbúðalónamarkaðurinn það stóra til þess að það sé skynsamlegt fyrir okkur að fara í þetta að þá þurfum við meira í því. Og við erum að fá það inn í banka með því að selja TM og halda eftir hluta og við erum að bara svona að skoða í raun og vera ákvaða hátt við ætlum að fara inn á markaðinn. Það mjög mikil, það náttúrulega ekki sama staðan þar eins og eins og var í sparnaðarlánum. Það að segja það mikil samkeppni í íbúðalánum. Þú ert með svo stóru þrjá, svo erum þetta með lífeyrissjóðuna líka en það samt, lífeyrissjóðun náttúrulega bara 70% veðsetning, þannig að ég held að myndu margir taka undir þessi sömu og fóru og lögðu allan sparnaði sinna á auði myndu örgulega vilja styrkja ykkur, farið viðskipti við ykkur. Já, ég meina, þess vegna erum að skoða þetta. Ég held að við teljum að við getum bara verið mjög vel
samkeppnishæf með við hinna bankan og með við lífeyrissjóðina. Þetta auðvitað dálítið sérstakt þetta hvað við segja, þessi staða á sem íbúðalána markað og hvernig að því lífeyrissjóðanir þeir koma svona inn þegar koma sterkir inn þegar vextir eru hærri og fólk vill fara í verðtryggt og svo þetta aðeins út þegar vextir eru lágir og fólk vill vera í óverðtryggt. Þetta auðvitað dálítið sérstök staða en ég held að við bara svona almennt síðan teljum okkur geta verið ágætlega samkeppnishæfa og við erum náttúrulega ekki að leita eftir stóri markaðshlutdeild. Við erum náttúrulega svo miklu minni heldur en stóru bankanir. Að við þurfum bara einhverja smá flís af markanum til þess að ná ávöxtunum á þetta eigið sem við höldum eftir sölun á TM. En það er kannski ágætt spurning sem við ætlum að taka seinna, ég tek hann bara núna. Viljið þið halda áfram að vera litli gæin eða viljið þið reyna að hnýta í og fá eins mikla markaðshlutdeild og getið, ætlið að reyna að vera lítil bara? Nei, ég held að þau séum eiginlega einmitt að segja með því að selja TM og setja meira í fyrir í bankan, það er náttúrulega leið okkar til þess að stækka og reyna að klóra stærri markaðshlutdeild bæði í innlánum og útlánum. Já. Og það er það sem er svona kannski mér hefur líka alltaf þótt áhugavert með Kviku að við erum auðvitað kannski einna stærstu aðilunum í eignastýringu í markaðsviðskiptum, fyrirtækjaráðgjöf en við erum eins og við erum eins og bara með mjög litla markaðshlutdeild í viðskiptabankastarfseminni og fyrir vikið er þar mikið pláss til þess að vaksa. Já, algjörlega. Já. En að því sögðu þó þessu litlir viðskiptabankastarfsemi þá náttúrulega eru þeir samt með þess að voru nefna auður Netgyro sem að ég veit ekki hvað margir notendur eru með sko, þannig að þið komið að ansi miklu. Við erum með mikinn fjölda, þú veist eins og notendur í auður er eitthvað 130.000 en þeir eru auðvitað langflestir bara millifæra pening og það er svona það sem við erum að vinna í er að fá stærri hluta af þeim hópi til þess að nýta auður í aukin viðskipti í almenna bankaþjónustu, taka launareikninginn og fleira slíkt. Já, ég verði eiginlega að spyrja Ármann fyrst ég með hann en það. Sko það er ókeypis fyrir mig að millifæra núna en á leif með aur. Er það ekki? Ég get aur, jú, ég held það. Já. Ég fór bara að pæla að þetta er líklega eitt besta koncept sem hefur komið. Ég held að fara eftir hvernig kort út með sko. Já, debitkortin eru, það kostar ekki að millifæra að þú ert með debitkort á baki. Já. Það kostar aðeins á kreditkortina því að við þurfum í raun og að borga færsluhýringagjald. Já, einmitt. Herru, talaðu það svo náttúrulega, við tölum við aftur, höfum til að koma ströym líka og allt sko, herru alltaf áframlegur. Já, sko. Ég get alltaf áfram með allt sko. Það er auðvitað unun að því hvað fjártækni markaðurinn á Íslandi er og mikið af nýsköpun í gangi, flott starf sem þið að verða að vinna á mörgum vígstöðum, við tölum auði, við eigum eiginlega eftir að tala auður og gera þeim almennilega skil því að þeir voru eiginlega alveg frábæra lausn. Er það að tala um að splitti? Í formi klíkunar. Já, geðveikt. Sem að leysir alls konar hugverki. Já, sem annað fyrir bara, við vorum að tala um það auður einhvern, en ef einhverju aðrir komið klíkuna, þá voru það samt alltaf bara klíkan, af því að þetta er bara eitthvað sem þið innleiði á íslenska markað og kynni algjörlega fyrir Íslingum sem að er bara snild, þetta er snilda fyrir bara við hvert alla til þess að kynna sér það. Já. Sko, af hverju tekst ykkur til dæmis að koma fyrstir inn með þetta á íslenska markað? Já, ég verð nú eiginlega held ég bara að benda á Sverrir Hreiðarsson sem var sá sem var framkvæmdastjóri Aurs og hann er nú nýlega hættur hjá okkur en hann var sá sem að eftir því sem ég best veit var sá sem að fann upp á þessu og ég hef nefnilega ekki séð þetta annars þær, það var náttúrulega allir síðan þið vitið Splitwise og þær útgáfur eru náttúrulega bara svona eins og menn segja glorified Excel-skjal það er að segja allir fólk þarf bara að slá inn ég var að borða hér og það kostaði svona og svo þegar ef fólk er til dæmis að nota þetta eins og ég hef notað þetta þegar ég er að ferðast eitthvað með vinum mínum þessum fáu sem ég á þá síðan þarf alltaf að handskrifa inn sko keypti hamborgara í gólbúðinni eða í gólskólanum og síðan í lokin þegar að gera þetta upp í Splitwise að þá
segir splittvæst bara hver skulda hverjum og þá séðan bara fara inn í heimabankan eða eitthvað á millifæra. Það sem náttúrulega frábært með klíkuna ótrúlega sniðut að sérstaklega þú ert með debitkortið eins og ég með og ég læt alla þegar ég að ferðast með ykkur þá allir látnir sækja debitkortið og byrja að nota þetta þá bara borgar í Apple Pay í gólskálanum og þá kemur fæslan bara inn í klíkuna og þú merkir hana bara að þetta ég að fara inn í þennan hóp og síðan þegar ferðin búin og einhver skuldar einhverjum að þá ítur þú bara á geru upp og þá alla millifærsluna gerðar sko. Ég hef ekki séð þetta út sko. Og þetta mjög skemmtileg ótrúlega skemmtileg lausn en ég held að hins vegar aftur, ég held að við eigum aðeins eftir að koma sem betur á framfæri ég sammála því ég fari í nokkra ferðir og verið að kynna þetta ég á náttúrulega svo gamla vini að þeir eru nú ekki að fylgjast með nýjungunum en fólk veit yfirleitt aldrei af þessu ef ég að fara í golfferð eða ég að fara í þríþöttaferð með hópi eitthvað þá veit fólk ekkert af þessu en þeir eru búin að sýna þeim þetta og byrja að nota þetta og finnst öllum þetta frábært þannig ég held að við höfum dálítið inni Já. En ég held líka eins og þú veist tannleifur það ekki bara það auður það þannig að það alls konar nýjungar sem að koma hjá Kviku sko. Það greiðaleg nýsköpun í gangi og bara fögnum heilbrigðri samkeppni það þetta bara gaman að sjá einmitt Indokomin líka svo PSD2 Open Banking í gangi þannig að það alls konar tækifæri sko það eitt sem ég langaði að spyrja út í það Blikk lausnin sem að þeir eru að innlega eitthvað sem heitir Swiss í Svíþjóð og hefur átt góðu gengi að fagna þar account to account account to account greiðslur eða reikning í reikning þetta eitthvað sem að þið hafa verið að skoða? Já, þetta ég meina, það náttúrulega stemt að því að þetta geti gerst svona að sem sagt að þú getir þetta náttúrulega hluti af þessu open banking plattformi þetta ég gerir fastlega ráð fyrir þetta eftir að koma og því mann þegar vorum að fara á stað með auði að þá vorum við að horfa á það sem nú, þetta orðin þetta er svo fljótt að líða, 5 ár síðan þá heldum við að væri alveg að koma að þú getur farið inn í auði og í raun og veru sótt þaðan peningana inn á Landsbankan eða Íslandsbanka ég veit að Blikk er að gera aðeins öðruvís en þetta sama dálítið konseptið og getur verið að sækja peningin í aðra bank og færa á milli en þetta hefur ennþá það eru ýmis vandamál svona í tengslu við þið vitið hvað maður segja auðkenningu og rafræn skilríki til þess að það sé effektíft en það eru svona það er bara ýmislegt í gangi í þessu og það er rosalega margt að breytast og maður er hálfdálítið erfitt með að fylgjast með því sem er að gerast en sem betur fyrir með mun snjallara fólk heldur en mig sem er að vinna í þessum hlutum þannig að þessir hlutir er eftir að verða svona í almennri notkun fljóta, myndi ég halda Þannig að þetta er tækni sem að þú sér fyrir þér að ná í fótfestu á Íslandi? Já, ég myndi svona halda það en þetta þetta er ofta aðeins flóknara og tekur ofta aðeins lengri tíma heldur maður heldur en það verður mikil þróun í öllu þessu á næstu árum Já en úr skal ég segja ykkur nýsköpun í fjártækni yfir í badminton að sjálfsögðu Lengjan seti spenni leikina á lenginu og tippi þar Setið á Ísland á morgun á Englandi Já, ég held að það er eitthvað sem segir mér að það verði geti breytt 1 krónu í örugglega alveg 12 eða eitthvað en lengjumenn þeir höggu eftir því að þú sett fyrir Íslandsmeistar í badminton Nýtti, stemmi það? Já þetta var mitt líf og yndi frá því ég var svona 12-13 ára og svona ég kannski fór aðeins að draga úr þessu þegar ég fór í háskóla, fór í sakfræðina sem hvað ég verið þá 20 eitthvað svo leys nei, 22-23 og og þannig kynntist ég nú konunni minni sem er ennþá margfaldari Íslandsmeistari ég vann bara 2 sinnum í tvíliðaleik Íslandsmeistaratitil
og það var nú aðalega því að meðspilarinn minn var svo góður, Árni Þór Hallgrímsson, en Þórdís Edvald konu minn, hún eins og var 6 sinnum Íslandsmeistari í einlegaleik og margfaldur í tvílega og tvendaleik líka, en þannig að badminton er mikil áhrif á svona mitt lífslaup. Já, mjög skemmtilegt. Leifur, nú þú ert lungin í badminton, ertu með eitthvað tips? Viltu gefa hann eitthvað tips? Já, nú frekar ég þykki eitthvað tips. En já, ég hef ekki séð Ármann, er í TPR? Ætla alveg hættur að sögða? Já, maður einhvern veginn, svo ég segi, það var hann í mörg ár, þá bara snerist eiginlega allt badmintoni. Ég var ekkert sérstaklega ekkert sérstaklega einbeittur þegar ég var í framhaldsskóla í náminu og tók mér síðan og var 2 vetur þar sem ég var út í Noregi að æfa og spila badminton, en svo svona þegar ég fór að byrja háskólanámið og við fórum við hjónin fórum að stinga saman nefjum, að þá svona fann maður kannski maður var bara eiginlega orðinn aðeins, þó ég væri ekki gamall sko, ég var bara rúmlega 20 þegar ég eiginlega hætti að æfa svona á fullu, að þá var maður bara orðinn aðeins búin að fá nóg samt sko, það fór svo rosalegu tími alltaf í þetta sko. Kannski talaðum að fá ráð ég fæ kannski eitt ráð hjá þér, Ármann, hvernig nefnir maður sér í konu í badminton? Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á Ármann svaraði því þessu sérstaklega. Ég veit ekki hvort að sé eitthvað mikið öðruvísi aðferðir heldur en bara konur í fótbolta. Sérstöku uppgjöf Já, smassa mikið. Það er bara, einmitt, bara að vera skemmtilegur og sjarmerandi. Já, eins og þú ert. Strákar, hættur. Já, mjög skemmtilegt. 2-faldur Íslandsmeistari, hvorki meira en minna. Það er annað sem ég langar að ræða við þig sem að kemur kannski ekki viðskiptalífinu beint við, en það er eitthvað sem við tókum líka aðeins fyrir þátt, hjólreiðakeppnin eða þríþrautakeppnin í Miami. Já. Ef þú segir okkur aðeins frá henni. Það er líka stór partur af þínu lífi. Þetta er svona eitt, hvað ég má ekki að segja, ég veit ekki hvort, þetta er bæði áhugamál, þetta er leið til þess að halda mér í sæmilegu formi svona yfir árið, og svo er ég líka að æfa og keppa þarna í Miami með bara mjög skemmtilegum hópi sem að gera mikið saman og er mikið topp fólk, en ég er nú alltaf mjög duglegur þegar ég fer og keppi hann í Miami að pósta mikið af myndum og gera mikið úr þessum afröku, þannig að flestir halda að ég sé æfi allt árið kring og sé að keppi í játkalli, en þetta er nú bara ein keppni í apríl í Miami sem er svona ólympísk þríþraut, og ég æfi eiginlega bara svona alvöru krafti frá 1. janúar og þangað til keppnin er í apríl, og þá er þetta þannig að ég léttist yfirleitt, þá æfi ég bara allavega einu sinni á dag, ég vil tvisar, og þá passa ég mig líka meira í svona mat og áfengu drykkjum, og þá léttist ég yfirleitt á þessum 3-4 mánuðum svona 7, 8, 9 kíló. Já. En svo eftir að þessari keppni líkur þarna í apríl, þá hreyfi ég mig ekkert eitthvað rosa mikið, það sem eftir er ársins alltaf eitthvað svona, og þá safna ég þessum 7, 8, 9 kílóum sem ég misti þarna á fyrstu mánuðunum og enda síðan alltaf árið svona í svipari þyngd. Ég er búin að gera þetta í 14 ár. Já. Og þetta bara henta mér mjög vel svona til þess að halda mér í sömu stærðum í fötum og svona, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt sko. Er ekki ansi gaman að það í Miami þegar keppnin er búin? Jú, svo þetta er náttúrulega lykilatriði að veluna sig. Já. Þannig að þessari keppni fer nú eiginlega fram á sunnudegi og hún er búin svona mjög snemma morguninn, svona bara 10 leiti eitthvað svoleiðis, það byrja náttúrulega svo snemma klukkan 7.
og og þá samstundis farið að veluna sig fyrir fyrir unnin afrek og það náttúrulega hluta af þessu, það mjög skemmtilegt að vera í Miami, mjög skemmtilegur borg og mikil gleði jafnvel á sunnudum. Já, þannig að það apríl 2025 fyrir þá sem vilja skrá sig. Já, ég veit. Yes. Já, laglegt. Þetta eru hjólreiðar, hlaup og síðan sund. Já. Og bara rétt aðeins í lokin til að slúta þessu. Þú ert bestur í sundinu að þessu þrennu. Já, það þín grein. Ég hlutfærslega bestur í sundi. Já. Já, mér finnst það bara svo magna. Það ekki margir sundin sem að þetta ekki. Já. Nei, mér finnst, ég veit ekki, það liggur einhvern veginn ágætlega fyrir mér, ekki það, þú veist. Þetta allt svona afstætt, þú veist, maður er rosalega góður í sundi með við þá sem syndi eiginlega ekki neitt og svo kemur einhver á brautina við hliðina á manni sem að æfir sund og þá eins og maður hreyfist ekki í lauginni en já, þetta bara mjög skemmtilegt. Já, ekki spurning. Okkur langaði þess að ræða bókina sem þú skrifaðir, Ævintýraeyjuna. Fjallar uppgang og endalög fjármálaveldis. Í þessari bók færið við söguna frá því að þú hófst störf hjá Kaupþingi sem ungur maður og allt eftir breska fjármálaeftirlitið tók bankan yfir á haustum 2008. Hvað kemur til? Já, þú leggur í það að skrifa þessa bók. Þetta eitthvað sem búið blunda í þér síðan í sagnfræðinni? Já, þetta var eiginlega ekki síðan í sagnfræðinni. Ég reynda var búinn að skrifa aðra bók einmitt sem var nú meira sagnfræðitengt sem var Saga tennis og badmintonfélags Reykjavíkur. Já, ég var nú eignast eintak af henni. Já, og sem ég kláraði held ég 1998 eitthvað svoleiðis. En þetta var, ég hafði verið að hugsa svona á þessum árum þegar sem best gekk og sem voru mjög skemmtilega ár. Þá var ég nú ofta að hugsa að maður ætti að skrifa bókum þetta, af því þetta var bara svo ótrúlegt. Ég náttúrulega eins og ég var að segja ykkur áðan, ég leiðist inn í viðskipti á þess að hafa haft nokkurn áhuga á viðskiptum á unga aldri og maður svona einhvern veginn allt í einu komin í einhvern lítinn fjármálamarkað á Íslandi og svo bara örfáum árum út af alls konar hlutum að þá var maður allt í einu farin að upplifa magnaða hluti og eftir að ég fór til London og því sem maður kynnist og fólkinu sem maður kynnist og stærð verkefnanna og allt þannig. Þetta var náttúrulega ævintýri líkast fólki sem maður var að hitta og þannig að þú veist, ég hafði oft hugsað mér að þá bjóst ég nú að endurinn yrði gleðilegri. Já. Og maður var líka bara stoltur af þessu bara sem Íslendingur af því að það var náttúrulega það var mikið skrifað Ísland og lengi framan af frekar jákvætt og sem síðan breytist þetta og síðan þegar hruni verður og ég svona sem var mikið tilfinningalegt áfall auðvitað fyrir ekki bara fyrir alla og mann sjálfan að þá ákvað ég bara að láta verða af þessu. Já. Og bara einhverju leiti af því að þetta hafði blundað í mér og að einhverju leiti að því mér langaði að svona bara segja fólki hvernig þetta hefði verið og því ég held að fólk hefur náttúrulega sem var ekki þannig hefur ýmsar ranghugmyndir þetta og það var svona hluta af þessu, svo langaði mig líka bara að skrifa skemmtilega og þú veist, afþreyingu Já. Ég get sagt eitthvað ég ekki búin að lesa hana, en ég ætla hún til í hljóðbókaform með það? Já, bæn. Þá ég að fara til Alicante næsta mánuði, þá tek ég hana. Hvernig var fyrir ungan metnaðarfulla mann að mæta inn í 28 manna fyrirtæki sem að verður síðan að því stórfyrirtæki sem að Kaupþing varð síðan? Já, þetta voru náttúrulega bara ótrúleg ár og ótrúlega skemmtileg þó að endriðin væri ekki skemmtilegur og þá var þetta náttúrulega fyrir mig var þetta náttúrulega ógleymanlegur tími og þó þetta sé alltaf tilfinningum blandið í ljósið þess hvernig þetta fór og maður veit að
að margir fóru illa út úr hruninu. Ef ég bara horfi á sig tilbaka á þessi ár, þá voru þetta ótrúlega skemmtileg og maður var alltaf að læra eitthvað nýtt og maður var að kynnast nýju fólki og manni fannst, þetta var svona alltaf tilfinningin á hverju ári, þá hugsaður tilbaka, hvað heldur að maður vitlaus í fyrra, veist, nú veit maður þetta allt og svo árið seinna þá, býttu heyrðu, nú veit maður miklu meira og maður lærði rosalega mikið á skömmum tíma og sem tækifæri sem þú mundir náttúrulega, sem erfitt að fá undir venjulegum kringumstæðum, það að segja þegar ungt fólk kemur út úr skóla þú veist, og fer að vinna í fjármálageranum í London eða í New York, þá bara byrjar á því að vera analyst í 3, 4, 5 ár og þú ert kannski bara vinna við það að greina lyfjafyrirtæki og ekkert annað, þú veist, þegar ég kem hana inn í Kaupþing á sínum tíma, þá er þetta bara þannig að markaðurinn er svo ungur að það engir sem að vita eitthvað mikið meira heldur en við sem vorum að nýútskrifaðir og maður fekk þessuna frekar ótrúlega mikið framgang á skömmum tíma. Já. Og þetta gerði fullt af mistökum, en lærði líka mjög margt og þannig að þetta var bara ógleymanlegur tími og mjög skemmtilegur. Já. Skemmtilegt hvernig þú setur þetta í samhengi við að hvernig þetta er í dag, sko. Ég held að þessu afar mikið af frambarlungu fólki sem að einmitt horfir á þennan tíma og það stórveldi sem að Ísland var kannski á þessu markaði og eins og ég segi, mikið af frambarlungu fólki sem vilja bankastar sem í dag, en er kannski ég svolítið að horfa í þessa tíma því að öldin er önnur. Við Birkir byrjum báðir, þú varst í Arion og ég var í Landsbankanum og markuðum þar. Þannig að sko og það var mjög gaman, en það var kannski ekki alveg einmitt sami framgangur og jafnpratt og þessum árum. Hvenær rankaru við þér? Manstu eftir einhverjum mómenti þar sem varst bara sæll, heyrðu, við erum in the big leagues núna. Þetta er mjög góð spurning. Já, hvort það var ekki, þetta var alltaf einhvern veginn, þetta var alltaf stærra og stærra. Ég veit ekki, manni fannst það eins og ég segi, maður var alltaf hverju ári bara, wow, þetta er ótrúlegt. Og hvað maður hefur lært á síðast ári, en það voru svona dálítið kaflaskilana í kringum, svona í kringum 2000 þegar við fórum að koma að fyrirtækjaverkefnum og kaupa fyrirtæki með viðskiptavinunum okkar og vera ráðgjafar og safna pening í fyrirtækjakaup hana í kringum 2000 ellendis sem sagt, sem hafði þá eiginlega ekkert verið, það var bara sögulega, en allt í einu eftir að fyrirtæki eins og Össur og Baugur og jafnvel einstaklingar einhverjir voru sá allt í einu að þetta væri hægt, að þá fór margt svona í gang og það var auðvitað dálítið stökk og náttúrulega bara, maður fór þarna út náttúrulega, ég var reynda búin að vera talsvert mikið ellendis og bara út af fjármögnum banka sem miklu samskiptum við banka og var svona ágætlega leið ekki dilla að tala útlensku og hitta útlendinga, en þetta var samt þegar maður var alltaf inn og komin á einhverju fundi að ræða fyrirtækjakaup og Deutsche Bank eða JP Morgan voru hinum með við borðið, þetta var svona maður þurfti aðeins að herða sig til þess að bogni ekki. Þurftir aldrei að klípa þig? Eða bara, er þetta draumur? Ég held að fólk sé bara, þú veist, maður alveg áttaði sig eins og ég sagði áðan, maður áttaði sig alveg á að byrja, þetta er ótrúlegt. En þetta er einhvern veginn bara, maður er svo fljótur, mannskepnan er einhvern veginn þannig, þú ert svo fljótur að aðlaga þig og svo fljótur að venja slutunum og gera það sem að þér finnst allt í einu þetta vera eðlilegt. Og bara eins og þú hafi verið að gera þetta í 1000 ár. Sko. Og maður er bara svona, var fljótur að
aðlagast eða venjast þessu. Kannski ein spurning sem ég langar og þarna aftur mér langar að hvetja alla sem hlusta núna að taka þáttur okkar með Lárus Velding, hann mjög góður þessum tölum þetta líka. Af hverju var ákveðið að fara svona mikið til Bretlands? Á hverju Bretland af öllu löndum? Já, England. Ég held nú að upphaflega þá bara ræðst þetta af því að það voru bara aðilar eins og fyrsta verkefni í raun og veru sem að við komum að, Kaupþing kemur að og við vinnum sem ráðgjafar og bæði að ráðgjafar og líka sem fjármagnhendur eða við söfnuðum hlutafé í kaupin. Það eru kaup hóps Íslendinga á Stoke City. Já. Það í raun og veru fyrsta verkefni sem manni þótti náttúrulega bara ævintýralegt. Já, þú varst í því? Já, sko, það voru reyndar aðrir hjá Kaupþingi sem að ég var þá yfir fyrirtækjaráðgjöfni, það voru aðrir sem að unnu það verkefni, ef ég maður rétt þá var hann nú Þorsteinn Már Víglundsson sem að síðan var hjá samtökum atvinnu, framkvæmdastjóri SA var það ekki? Jú, ráðherra og þetta ekki þannig var? Jú, við reist og hann var með gíðis en verkefnið kom í gegnum Þórð Má Jóhannesson sem var frændi Guðjóns Þórðarssonar Pabbi Kristófsvara og Guðjón, ef ég maður rétt þá fann Guðjón að það vissi að Stoke City var þetta í sölu og hann kom og var algjörlega samfærður að hann gæti tekið þetta fornfræga félag sem var þá í Sétildið ekki? Nei, þeir voru í næstefstu deild maður nú ekki alveg hvað þetta hét á þessum tíma til svo langt síðan þeir voru í næstefstu deild og bara planið gekk út á bara Guðjón hann þetta nú lítið mál, hann komið sér upp í efstu deild og þar væri svo miklu peningar orðnir, hann þetta verið frábær fjárfesting og þetta þótti okkur og mörgum fjárfestum bara allir höfðu trú á Guðjóni á þessum tíma og það sem var kannski merkilegt var að þetta í raun og veru tókst þetta en þá var þar að segja hann bæði vann eitthvað næri deildar bikar með Stoke og síðan nær hann að koma ef ég man rétt upp í efstu deild, en þá var farið að sinnast talsvert eigendunum og Guðjóni og endaði með hann var látið fara og svo var eitthvað neginn drapaðist þetta niður, ég man þetta er svo langt síðan maður man þetta ekki, en þetta var og þarna var maður bara, við vorum bara að læra þetta bara fengum eitthvað lögfræðing sem að einhver hjá okkur þekkti síðan úr námi sem var náttúrulega á einhverjum lítilli stofu og en það náðist einhvern veginn að klára þetta og þá þegar aðrir sáu það er hægt að kaupa bara félög í Bretlandi að ég man ekki hvort að næst var þá hvort að Baugur sem að var svona fransæsaðili fyrir Arcadia á Íslandi þannig að Jón Óskir þekkti aðeins til þar og þá var hann byrjar að skoða að það væri dálítið tækifæri að kaupa allavega stóran hlut í Arcadia sem var þá mjög lágt metið á markuðum og þá var bara talað við Kaupþing að því að við höfum við vorum þeir eini aðalinn sem hafi keypt komið að einhverjum kaupum á félagi í Bretlandi og þá var farið í það verkefni og þá svona voru menn búin að læra eitthvað að Stoke City og þá voru fengni betri lögmenn og þá tölum við nýttum við tengingar held ég að verið með Deutsche Bank sem að við þekktum bara í gegnum önnur viðskipti og þeir kynnt okkur bara fyrir rétta fólkinu og þá farið í það verkefni og svo skömmu síðar held ég Bakkavör sem byrjar að kaupa félag í Bretlandi. Þetta í raun og veru drifið áfram af þessum fjárfestunum eða fyrirtækjunum sjálfum sem höfðu bara tengingar í Bretlandi bara hvert á sinn hátt. Þetta var svona eiginlega þannig séð tilviljun held ég að verið Bretland frekar en eitthvað annar land, en svo var það reynda þannig að ég held að flestum hafi líka langt best að eiga viðskipti
í Bretlandi frekar heldur en til dæmis í Norðurlöndunum. Þetta þó að kannski fólk myndi halda að það væri stæð okkur nær að fara til Danmerkur eða eitthvað, þá var þetta einhvern veginn þannig að í Danmörku til dæmis, Skandinavíu, þá varstu þarna litli Íslendingurinn og litli frendi. Já, og þú talaði náttúrulega ekki þeirra mál, sko, þú veist, og á meðan að þegar þú komst til London, þá var þetta er alþjóðleg borg og maður talar þeirra mál, enskuna, og þeir litu bara á Íslendinga eins og hinar Norðurlandaþjóðirnar og það var bara svona miklu skemmtilegra umhverfi, lagaramminn skemmtilegri og bara rosalega fagmannheit í öllu, þannig að flestum líka langt best að eiga viðskipti í Bretlandi, sem er líka ástæðan fyrir að við í Kviku núna erum ákveðum okkur langaði að vera aðeins úti og reyna til þess að svona meðal annars til þess að geta bóðið viðskiptaunum upp á fjölbreyttari fjárfestingar kosti og auka og dreifa þess áhættun í útlandastarfseminni, og þá fannst mér engin spurning að Bretland mun skemmtilegur markaði fyrir það heldur en Skandinavía. Við var að svona gera það okkur smá ólík með því að fara úr Evrópusambandinu, það hefur gert þetta aðeins flóknara, sko. Þeir mættu alveg taka yfirtöku tilbúið á Chelsea mín vegna, þessi hvað en annað þáttur það. En þetta áhugavert, alltaf ná við knattspyrnutengingunni, Stoke City byrjaði þetta. Já. Einmitt, þetta náttúrulega magnaði tímar. Sko, að lokum langar að spyrja þig, sko, þarna hljótu við að hafa verið ansi umsöða miklu á tímabili, eins og við tölum Stoke, vorum með Arcadia, leikfangaverslun Baug og náttúrulega Æsland. Sko, hvernig var að vera Íslendingur á Englandi á þessum tíma? Hvernig var viðhorfið gagnvart Íslendingum? Já, svona ég myndi þetta kannski aðeins misjafnt, og ég held að þú veist svona þegar á leið þá fannst örugglega einhverjum að vera svona full mikil fyrirferði í mönnum, en svona ég myndi samt segja almennt séð var manni bara mjög vel tekið og gekk mjög vel að mynda tengslana og þetta var mjög skemmtilegu tími, að þú veist það vissu við vorum náttúrulega, það var mikið fréttir hana, því að svona þó að til dæmis eins og þegar Bakkavör eða Össur voru að kaupa fyrirtæki, kannski stór fyrirtæki, þá voru það kannski ekki fyrirtæki sem að almenningu þekkti, en í Bretlandi sérstaklega Baugur, en svo líka ýmsir aðrir voru í smásölunni og kaupa fyrirtæki eins og Hamleys sem allir þekktu, kaupa hluti í Topshop eða Arcadia sem að allir þekktu, þá hafa blöðin náttúrulega meiri áhuga á fjall þetta, og þess vegna var, þú veist, var skrifa mikið þetta, og þetta vakti mikla athygli. Ég held að ég var einhvern tímann komin á lista þarna yfir valdamestu menn í smásölu eitt árið þarna, því að ég var þarna, við vorum að unnu svo mörg verkefni og komum að svo mörgum kaupum á aðalega tískuvöruverslunum, þannig að þetta var svona dálítið fyndið. Já, mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Ef við færum okkur í aðra sálma, sko það er eitt í þessu, ég leta eftir mér í dag, aldrei þessu vant að fá mér skál bútvar í þættinum. Já, vel gert. Og mikið er hann góður. Sá tekniski. Já, mikið er hann góður. Tekniska gullið maður. Sjálfsögðu áfengislaus. Já. Og svo erum við með kontaktfyrirtækjaráðgjöf. Það er okkar. Það er mín uppáhaldsfyrirtækjaráðgjöf, en Kvika er nummer 2. Já, klálega nummer 2. En kontakt verður með þetta fyrirtæki við öllum stærðargráðum. Við gerðum Mats mikilvægt að rýna í rekstur hvers og eins fyrirtækis og hafa þekking á rekstrarumhverfi þess. Á heyrur í kontakt. Ármann þekkir vel. En mér langaði að ræða við Ármann um framtíð bankastarfsemi. Já. Sko
það ekkert launungumál að samkeppnin á fjármálamarkaði gríðarleg og líklega bara að fara að aukast. Við vorum aðeins að snerta open banking og sjáum innreið Indó ásamt Blikk og fleiri flottum sprotum. Heiða Guðjóns talaði það í spjallið okkur dagina. Ég held að fjármálaþjónusta eftir einhver ákveðin árið nánast alfarið sjálfvirkni vædd og það þyrfti ansi fáa starfsmenn. Við sjáum náttúrulega þróuna hjá stóru bönkunum, útibúum fækkar, starfsmönnum fækkar hvernig sér þú þróuna verða í ykkar starfsemi? Þið eru kannski aðeins öðruvísi starfsemi eins og þú talaðir áðan. Þarf alltaf fólk í fyrirtækjaráðgjöf, markaði og annað til að búið til markaði? Já, þetta fer nú kannski eftir hvort við séum að horfa 3 ár fram í tíman eða 30 ár. Nú treystir mér ekki alveg í þessar 30 ára spár. Verðum við fljúgandum? Já, ég veit, fljúgandi bílum. En þú veist, þetta aðeins, augljóslega að vera mikil þróun í átt að sjálfvirkni og slíku, en maður sumt að breyta samt hægt finnst mér og þróunin ætla til dæmis á Ísland jafnvel hægari heldur en víða úti, bara veist, mjög gott dæmi það það sem að maður sletti náttúrulega alltaf mikið svo ég að monta mig að ég góður í íslensku en svona trading eins og út í Bandaríkjunum þú veist, það í mörg ár náttúrulega bara búin að vera bara algoritmar og tölvur sem hafa séðum þetta og þar var bara heil starfstétt atvinnulaus en það þú veist, markaðurinn heima bara ekki nógu likvid og það ekki nógu mikil viðskipt og nógu margir aðilar til þess að það virki, þannig að þar eru ennþá náttúrulega bara þeir sem að treyta markaðin er bara fólk og þetta gerist hægar heima heldur en úti, svo þetta náttúrulega á öðrum sviðum, bara alveg eins og aftur eins og með auði það sem að allt í einu fólk þarf ekki að fara í útibúið og þú ert bara með appið í hendinni og þú getur auði eða þú getur verið að taka lán eða leggja inn á sparnaðarinn lán á bara 5 sekúndum en eins og hjá okkur þá bara sum starfsemin orðin eiginlega svona eiginlega algjörlega sjálfvirk og svo einhver starfsemi sem svona hálfsjálfvirk, ég myndi segja eins og lykill í bílalánunum, veist, hún þannig að bílasalanir að slá bara beint inn í kerfi þegar viðskiptani og þeim að taka lán en við þurfum samt að vera með fólk sem að byggja upp samskipti við bílasalana og svo ertu með aðra starfsemi og taka eins og bara fasteigna þróuna lán það sem að verið að lána í uppbyggingu á fasteignum og það mjög erfitt að gera það algjörlega sjálfvirkt, þar þurfum menn bara fara í stígvélin og fara gervigreiti getur verið vesinni þar já, það ekkert allt sem passar hana, ég held þetta verði ég veit ekki í hvað Heiðar náttúrulega miklu framsýnni en ég sko, en ég veit ekki alveg hvað við erum að horfa langt fram í tíman en þú veist, þetta ekkert það ekkert öll bankastar sem að fara að verða all sjálfvirk á næstu 5 árum eða 10 árum sko, ég held ég geti alveg Heiðar talaði dóltið það eins og það væri bara kannski bara 3 starfsmenn að vinna í fjármálakerfinu eftir 10 já, ég held að það er aðeins ekki en svona Nei, það þarf alltaf gott fólk ekki? Það er ekki alltaf gott fólk Jú, einhvern veginn það verða einhvern veginn bara alltaf til einhver ný störf auðvitað einhver að fara, alltaf að detta út einhver störf og það búið að vera að fækka rosalega mikið fólki í bankakerfinu og byrja að líka saman við umsviðin en það einhvern veginn það reyndar á móti hefur svona þú veist, hefur náttúrulega það ekkert grínað búið á móti eru síðan á öðrum sviðum eins og í þið viti í regluvörslu áhættustýringu og allir sem snýra regluverkinu og eftirliti þar stöðugt verið að
vanda í kvaðinnar og þar þarf alltaf að vera að fjölga fólki þannig að þetta svona þetta upp og niður en þetta þetta alltaf að stefna í svona meiri sjálfvirkni og færra fólk en ég held að Bíðum og sjá Já, klart Spurning sem að líklega heimskuleg en vitum að við mig að það væri engar heimskulega spurningar sko ég velti fyrir mér að við vorum aðeins að tala um Kauphöllina íslensku og virkni hennar hún náttúrulega Hún steinduð í dag Já, hún steinduð í dag og náttúrulega langt frá að vera og aftur sletti maður Liquid eða fullkomin og Kauphallir erlendis ef við sjáum einhver tvískrafafélög sko ARB trading, það eitthvað sem vonlust ekki stundum sem að maður sér ég veit ekki hengi Marel herra í hollensku Kauphallinni og stundasækir Jú, ég nú ekki mesti sérfræðingur í þessu en það hefur alveg verið og ég meina ég held að við einmitt sérstaklega eins og með Marel þá hefur eitthvað svoleiðis verið í gangi þar sem menn eru að finna hvorum megin verðið lægra eða herra og eiga viðskipti þar á milli en einhvern veginn hefur þetta það sem að hlutabréf hafa verið skráð í 2 Kauphöllum en einhvern veginn bara færist viðskiptin yfir í aðra hvora Kauphöllina hefur mér fundist svona að það erfitt að vera með mjög öfluga markað í sama félagin á 2 mörkuðum virðist vera en ég held samt að sé þannig að það einhverjir bara með Alvotech og Marel allavega það verið að kaupa og selja á einhverjum markanum ef að fólk sér þarna verðin eitthvað farin að tegjast í sundur sko. Já Sko, ertu hissaði erlendir aðilar fjárfest ekki meira á Íslandi? Nei, ég ekki hissa ég held að það ég held að vandamálið sé náttúrulega þessi auðseljanleiki eða liquidity það að segja og bæði með verðbréf á Íslandi og svo líka með gjaldmiðlin að bæði bara það mjög lítill auðseljanleiki eða veltan með hlutabréf hefur náttúrulega sérstaklega undanfarið 2 ár ekki verið sérstaklega mikil af ýmsum ástæðum og svo hafa alveg þessir erlendu aðra líka fundi fyrir því ef þeir hafa þeir hafa þó verið að gera inn á undanfarnum árum kannski að fjárfestaðina heima í skuldabröfum og hlutabröfum og svo þegar allir selja þá þetta bara dálítið vesen að skipta síðan þú veist að skipta síðan yfir í gjaldeyri og þau þurfa jafnvel að undirbúa þetta ef þetta eru sæmilega þú veist stóra stöður sem þeir eru að selja þá þurfa kannski að vera undirbúið í einhverja daga hvernig þeir þú veist mjatla þess út á markaðin og ég held að ef það eigi að breyta þessu þá þarf einhvern veginn að auka virknina á íslenska hlutabréfamarkaðnum og síðan dýftin á gjaldeyrismarkaðnum og mér finnst bara það hefur engin ég held þetta sé bara mjög stórt mál þú veist að hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi drabbist ekki niður þú veist, hann hefur verið grundvöllurinn að nýsköpun og vexti og framgangi margra af okkar stærstu og öflugustu fyrirtækjum eins og Marel og Össur og Alvotech núna og líka bara svona meiri hefðbundnari félög þar sem hafa fengið aðgang á fjármagni sem þau geta síðan nýtt í fjárfestingar bara eins og Íslandi þetta þarf ekki að vera alltaf einhverju landvinningar og bara það að öflug félög geti sótt sér fjármagn til þess að fjárfesta á Íslandi og skapa störf bara stórt mál en máli bara einhvern veginn að
það ekki viðhorfið hjá svona hvað maður segja, almenningi og stjórnmálumann. Ég held að flestir einhvern veginn líta á þetta sem einhvers konar spilavíti og þess vegna engin einhvað að vinna í því að einhvern veginn að efla en að marka, þú veist, til dæmis ég myndi segja, og það þarf að gera marga hluti, það þarf að efla áhuga á einstaklinga og ég myndi skoða leiðir eins og skattaívilnanir til þess að fjárfesta í hlutabrjöfum, að þeirti einhvern veginn að auka, hvað maður segja, virkni stærstu aðalina sem eru lífeyrissjóðirnir á markanum til þess að verðmyndunin verði betri og ég nú kannski ekki með frábæra lausn á því en þeir bara af ýmsum ástæðum eru hreyfa sig frekar lítið, þeir kaupa mikið og eru gríðarlega öflugir hlutafar og kannski skapa, sem líka mjög gott, skapa ákveðin svona ákveðina festu en það of öflugir hlutafar? Ég veit, þú veist, mér finnst það ekki beint vandamáli, það séu rosalega stórir en þú veist, mér finnst allavega og það aðeins misjænt eftir félögum en þú veist, yfirleitt það þannig að ef það eru einkafjárfesta sem að fjárfesta í félögunum og telja sig hafa eitthvað fram að færa að þá ekki eins og að lífeyrissjóðunum séu eitthvað að snúa upp á hendina á þeim með að reyna að koma í veg fyrir það. Þetta geta þær haft skoðanir á fólki. Mér finnst það ekki vandamáli, mér finnst bara leiðilegt hvað þetta lítill seljanleiki með bréf og lítil velta því að þeir eiga náttúrulega stærstu hlutina, þeir fá allan sparnaðinn í landinu en það þannig að þeir eru lítið að kaupa og selja. Síðan það líka náttúrulega með þessa erlendu fjárfestingu, ef við berum okkur saman við hlutabréfamarkaði í Skandinavíu eða í Evrópu, þá náttúrulega bara rosalega lítil fjárfesting erlendra aðila og þú veist, eitt gjaldeyrismarkaðurinn eins og ég nefndi að þarf einhvern veginn að finna leiðir til þess að þetta sé meiri auðseljanleiki á gjaldeyri. Hitt sem þá hangi líka kannski dálítið, maður veit ekki hvað, þetta ekki á hænan sko, þú veist að náttúrulega ef það væru fleiri erlendir aðilar þá þið líka betri verðmyndun og meiri velta en þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman til þess að verða einhver alvöru breyting á en veist, ég finnst þetta mjög mikilvægt en veist, ég geti farið og tala við veist, alla á alþingi, það myndi enginn hafa áhuga en þetta ekki eins veist, fólk sér þetta ekki svona veist, en þetta ekki bara, þú tala gjaldeyrismálin, þetta ekki bara ef við myndum skipta gjaldmiðil þá myndi þetta kannski vera sjálflist eða eitthvað? Já, ég held að sé alveg örugt að ef það væri verið að nota evru á Íslandi og viðskipti með hlutabréf væru í evrum og eða bara evru að vera gjaldmiðill þá myndi sjá miklu meiri þáttöku. Ég veit ekki hversu miklu meiri en það væri gjörbreyting sko. Amen. Já. Sko, það var þarna einhvern tímann 22 þegar við vorum farið upp í geðaflokki FTSE, FTSE FTSE Russell. Tókstu eftir einhverjum mælanlegum mun á þáttöku á hlutabréfamarkaði eftir það? Af því að menn voru voða spenntar á þessum tíma. Já, og það kom náttúrulega, og það alveg erlendi fjárfestar sem komu í kjölfæri á því, en einhvern veginn hefur það nú farið minna fyrir heldur en væntingar stóðu til. Og ég held þetta, þú veist, það náttúrulega einhverjir svona sjóðir sem að elta vísitölunar sem að þurfa þá náttúrulega að vera eitthvað fjárfestirinn og það væntanlega, ég skal viðurkenna, ég ekkert að fylgjast með þessu eitthvað í smáatriðum, en ég held að þetta sé þannig út af þessu sem við vorum að ræða á, en að þeir sem hafa eitthvað, þú veist, hafa eitthvað svigrúm og þurfa hreinlega ekki að fjárfesta út af því að við fórum í stöluna, þá held ég gerir fyrir ekki lítið að því sko. Bara út af þessum seljanleika og veltu. Bara hræðsla. Tíminn flýgur þegar það gaman, við eigum alveg eftir að fara í riddarspurningarnar, þannig að við skulum halda vel á spöðunum. Já, gerum það. Ég bóklaður allt og mikið.
Já, ég sama hér, bara gaman þegar maður fær svona skemmtilega einstakling í settið, maður gleymir sér. En Erlingsen, þú finnir flottan útivistarfatnað og það að gera, tryggja sér góðan útivistarfatnað. Ef að þetta er sumar, hvernig sumar á að vera, þá er Kolumbía auðvitað í Erlingsen og tax fyrir afsláttur þessa dagana. Tjekkið endilega á Kolumbía, þeir frábært útivistarmerki og svo einnig Búlan. Svo langbesta. Já, þú komur ít slagur fyrir Búluna. Já, svo langbesta. Og hún er ansi góð og kóngurinn, hann hefur verið og hann svíkur engan. Miklu uppáldi á mér persónulega. Ég auðvitað velja ykkur bara það sem ykkur finnst best. Sko, áðurum fyrir mér riddarspurningarnar, það var ein spurning frá mér sjálfur sem ég langar að spyrja þig. Hver er þín skoðun á rafmyndum? Já, einmitt, góð spurning. Ég hef nú ekki verið að tala mikið fyrir og ég á náttúrulega erfitt, maður á aðeins erfitt með að svona þú veist vera að mæla sérstaklega með þessu það er náttúrulega, það er ekki beint neitt á bakvið þetta, það er náttúrulega verið að búa til í raun og veru vekja áhuga á að setja peningi í eitthvað sem þú býrðu síðan til svona lítið framboð af, en ég myndi ekki veðja gegn þessu heldur, af því að þetta er bara orðið rosalega stöndugt. Já, og það bara eftir sem þetta hefur, hvað ég má segja, gengið lengur á þess að, veist, þetta verður alltaf svona tekið eitthvað kollnýsaðin eða verður ekki orðið eitthvað svona bara endanlegt hrun og þetta kemur alltaf upp aftur og það er alltaf bara bætast í hópinn við þá sem að fjárfest í þessu og svo núna eru bara svona stærri eignastýringafyrirtæki líka farin að gera þetta. Mér finnst, þú veist, tilfinningi hjá mér er að þau eru svona eiginlega bara, hvað ég má segja, þau eiginlega telja sig bara þurfa að gera þetta því að þetta er bara eitthvað sem er búið að vera lengi og er alltaf að hækka og svona eru tóguð inn í þetta en ég meina, eins og ég segi, ég myndi ekki þóra sjorta þetta. Fáum við Bitcoin sjóði í kviku? Ég ætla að spyrja, sko, íslensku bankarnir hljóta á einhverjum tímapunkti að láta undan, eða hvað? Það hefur ekki verið mikil umræðan þetta á okkur. Fólk er einhvern veginn aðeins hrætt við þetta. Ég held líka, satt að segja að einhvern veginn kom mér aðeins óvart, ég held einhvern veginn að eftirlitsaðalar eins og út í Bandaríkjunum og svona og seðlabankanir, þeir mundu einhvern veginn, þeir mundu ekki vera hrifnir af þessu, mundu fara að leggja stein í götu þessara rafmynta. Það hefur nú svo sem ekki mikið verið, en þú veist líka bara að því þetta krefst náttúrulega mikillar orku. Já. Og það var nú ekki mikill áhugi fannst manni á því fyrir eða hefur verið á því að vera að eyða orku í svona eitthvað svona en já, ég veit ekki hvað ég á að segja, það kemur bara í ljós. Algjörlega. Það er ekki veðja húsinu, en ég myndi heldur ekki ekki sjort þetta heldur. Þetta er bara svona, ég veist þetta nú vera svona smá spilavítisfílingur í þessu, en fólk græði þar líka. Já, eins og lengjunni. Láttu húsi í friði en nota einhvern notaðan bíl. Nei, það er komið að riddarspurningunum og það er El Normali sem að ríður á vaðið. Sá venjulegi, hann spyr hvernig fór Breiðholtið með Ármann? Það fór mjög vel með mig. Ég var nú svo heppinn að mesti villingurinn í Breiðholtinu var einn af vinum mínum, Björgvin vinum minn, Bardal, sem að það var ekkert verið mikið að pankast í manni. Nei. En þetta var samt svona, þetta var alveg, hvað ég maður segja, mann var með mikið frjálsræði. Þetta var á þessum, ég held að mín kynslóð sé svo sem að naut mest frjálsræðis í uppeldi. Já. Og þetta var alveg svona, þetta var töff, þú veist, þetta var alveg
Já, það var alltaf eitthvað svona einhver stríðni í gangi og svo les, en ég held að maður, þú veist, ef maður brotnaði ekki að þá koma svona sterkari út úr þessu og ég líka í Breiðholti, mínu bestu vinir, við höldum ennþá hópinn síðan úr Breiðholtinu og sem maður metur mikils, þannig að ég er gríðarlega ánægður með æskuárin og það sem að Breiðholtið hefur svona fært manni. Það var maður að spyrja, hvar bjóst í Breiðholtinu? Ég bjó í Hólun með Vesturbergi, ég var í Hólbröksskóla. Ertu þá grjótari leiknismaður eða í einhver? Já, ég spilaði í leikni. Ég spilaði fótbolta og allavega 1 ár í... Þannig þú ert leiknismaður og hattar í þér? Ég get nú ekki sagt að ég hatti ég hvorki elska leiknin ég hata í ég held að ég fylgist nú lítið með þessu í dag og mæti ekki á leiki okay. En leiknismadur? Jökull í Sútöp, þetta er enda ekki spurning, þetta er meira staðheng, hann segir einfallega best klæddi CEO í Kaupöllinni, takk fyrir mig. Já. Það fór ekki afslátt næst. Það hlýtur að vera. Já, ég þakka bara fyrir það og tek því á svona face value Tristan Þórðar spyr, er Siggi hjá TM bróðir Ármanns? Siggi hjá TM, er hann að meina Sigurður Viðarsson sem var... Já, þeir eru dálítið líkir sko. Já, þetta er nú skemmtilegt fyrir Sigga að heyra þetta en reyndar veit ekki hversu ánægður hann er með þetta því hann er nú 8 árum yngri heldur en ég en það hefur nú stundu verið mitt hefur verið gert grínaði að það sé svona, við séum svona úr fjalla lítum við svipað út, það er nú aðalega hárliturinn heldur. En þið eru ekki bræður? Silfrið. Nei, við erum ekki bræður. Alls óskildir. Eru arðsemiskröfur fyrirtækja á Íslandi almennt of háar og leið verðbólgu hvetjandi, spyr Þorvaldur hjá David Jones? Nefnir að segja þetta aftur, Já, hann spyr hvort að arðsemiskröfur fyrirtækja á Íslandi séu almennt of háar og hvetið þannig til aukina verðbólgu. Já, ég veit nú ekki tenginguna við verðbólguna en þú veist, ég held að arðsemiskröfur sem að fjárfesta gera, já, hann er kannski að meina hvort að þeir sem eru að stýra fyrirtækin séu að fara fram á séu að fara fram á reyna að ná það hárri ávöxtun fyrir sína hluta að þeir hækki þá verðin eða eitthvað slíkt. Ég held að svo sé ekki. Og svo auðvitað er þetta misjafnt líka eftir bara geirum hvað samkeppnin er mikil þú veist, en eins og við sjáum þrátt fyrir allt tal það sé ykkur ofurhagnaður í bankakerfinu og í fyrsta lagi er gríðaleg samkeppni í fullir það í bankastarfsemi á Íslandi það er verið að borga hærri vexti á sparnaðarinnlán og þú veist, það er og bara mjög góð kjör á íbúðalánum og mjög góð samkeppni í bílalánum og það er bara samkeppni í fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum, þetta er bara sem maður myndi kalla eiginlega og eignastýringu svona hálf blóðug samkeppni sko. Og þannig að þannig að arðsemi sem hefur leitt til þess að til dæmis eins og arðsemi bankana alveg sama þó að umræðan sem er náttúrulega bara bókstaflega röng að þarna sé að myndast einhver ofurhagnaður, þetta eru gríðarlega háar tölur en það er bara svo mikil krafa eigið í bankakerfinu að prósent og arðsemi eigandana hún er bara lág sko eiginlega sama hvað og berða sama við sko. Þá verði ég að hnýti og spyrja hversu erfitt gera það fyrir ykkur að vera með hana bankaskatt? Já sko, þú segir bankaskatt eins og þetta sé eitt skattur sko, vandamálið í fyrir okkur bankana er að þetta eru margir skattar, þetta eru í fyrsta lagi þá borgum við 5,5% auka skatt á launatengt á laun starfsmanna í bankakerfinu sem er kallað sérstakur fjársýslu skattur. Svo borgum við auka 6% tekjuskatt umfram venjuleg fyrirtæki á hagnað eftir hann er orðin 1 milljarður. Svo borgum við sem sagt
þetta sem þú er vantilega verið að tala sem bankaskattur, sem prósentuskattur á eignir eða skuldir sem bætist á ofan á. Svo erum við í raun og veru líka bankanir skatlaðir í gegnum bindiskyldu seðlabankans. Þar erum við að borga svona 600 milljónir á ári út af þeirra kröfu að leggja pening á bundna reikninga og sem að þeir borga síðan enga vexti á. Og síðan getur þú veist, það er fyrir utan þetta sem hún varst að nefna sem náttúrulega kemur síðan á arðseminni eða kjörum til viðskiptavina. Það er auðvitað mjög háar eiginfjárkröfur og það er líka sem sagt, hvernig eignir eða útlán eru vigtuð í eiginfjárútreikningum eru líka mjög hvað maður segja, íhaldsamt með það sem gerist í öðrum löndum. Þannig að þú veist, þetta eru náttúrulega rosalega fjárhæðir sko. Og fólk, þetta er og þetta er svona annað sem að, þú veist, ég geti talað af alla á alþingi og það er engin samúð með því að það bara, eins og Þórdís Kolbrún saði í pallborði á SFF daginn að hún vissi ekki neitt vinsælli skatt heldur bankaskattin. Nei, einmitt. Og það er engin að vinningunum, en sannleikurinn er auðvitað sá að þetta er auðvitað að hafa gríðarlega neikvæð áhrif og kjör til neytenda. Ég heldur reyndar þetta sé líka, þú veist, þetta er eiginlega, þetta er líka, þetta er bæði að gera það verkum að kjörin, útlána, innlána kjör sé ekki eins góðu þau gætu verið til viðskiptana. Svo er þetta auðvitað líka, ég held líka að hluthafar sé að taka part af þessu og það er líka þóttið sérstaklega sem er kannski heldur ekkit frábært þegar ríkið á einhver 60-70% held ég að fjármálakerfinu og allar að selja þetta þannig að þú veist þetta er mjög heimskulegt sem að segja alveg eins og en það bara hefur engin áhuga á þessu þetta er ekki þú veist þetta er flókið. Já, talandi þetta, sko, umræðan er ákveðnum villigötum eins og Ármann er að nefna, talað heimildin sérstaklega, talar ofurhagna bankana og auðvitað hljómar 5-6 milljarðar í hagnað mjög mikið. Þú getur alveg matrétta þannig að það hljómar eins og því séu öll bara að baða ykkur í gampaðinu og það gangi ógeðslega vel. En staðan er ekki þannig. Nei, ég meina, þú veist, það er kannski best að segja þetta eins og 5-6 milljarðar hljómar rosalega hátt, en það er í eigifé sem er bundið til dæmis í kviku sem að kemur frá hlutunum bara efnislega eigiféð er í kringum 60 milljarða held ég eitthvað svo leiðis og núna við erum að fá 30 milljarða eitthvað svo leiðis 60 milljarða, hann að sko og þetta eru 5 milljarða fyrir skatta og þannig að þú veist, þú getur sett 60 milljarða þú veist, á innlánsreikning og þú verður að fá 6 milljarða og þú verður ekki að taka neina áhættu. Nei. Þú veist, þannig að það og ef að arðsemin til langs tíma verður svona lítil að þá náttúrulega hætti fólk að fjárfesta í fyrirtækjum eða dregur úr fjárfestingurum og það er ekki gott mál. Nei, alls vera. Nei. Ekki spurning. Sko, Þorvaldur var auðvitað með þessa spurningu og eins og hvert mannsbarn veit þá eru döðluna frá David Jones stútfullar í járni, vítamíni, steinöfnum, bæta meltinguna og eru leinirhárni í Sjörnumverkinu. Það sem færri vita kannski er að netustykkin frá David Jones hafa heldur betur verið að slá í gegn þess að Já, heldur betur. Stútfulla af trefjum og góðri orku. Gott að setja það út á jógúrti eða skýr. En sko maður verður að vanda valið hérna í lókin. Já, þú verður að gera það. Eftir, hvernig sérðu fyrir þér þróun á íslenskum hlutabréfamarkaði í haust, spyr Elías Orri? Maður er náttúrulega bara á bæn hérna alltaf að halda hann, vonast til þess að hann taki við sér. Ég held að séu kannski, ef maður reynir nú að vera jákvæður, þá held ég að þá stefnir náttúrulega í að það komi dálítið innflæði inn á markaðin, bæði erum við væntanlega að fara að borga út þokkalegar upphæðir til
út úr bankanum þegar salan á TM gengur í gegn, en það sem kannski stærra að Marel, ef Marel salan gengur í gegn, þá vonaði að mann á eftir að sjá hvernig skiptingin en þetta geti verið einhverjir pluss mínus 100 milljarðar sem koma henn á markaðin, og markaðurinn rosalega svona flæðistrifin. Það eiginlega allir sammála að fyrirtækin séu rosalega lágt metin, en þau hins vegar hækka ekkit að þess að það bara, peningurinn meira að fara í hinn áttina, út úr markaðnum inn á innlánsreikninga eða í eitthvað annað. Þannig að þeirra kemur svona flæði inn á markaðin eins og við gerum Marel, þá það jákvætt. Ég held samt að stærri jafnvel spurningi sé með vaxta þróunina. Ég held að ef að þess muni sjást skýrmerki að vexti séu að fara lækka í haust, þá held ég að það muni fljótlega fara að hafa jákvæð áhrif á markaðin, en eins og nefndir áðan að Seðlabankastjórinn ekkert eitthvað hann var ekkert eitthvað heiminnkáttur Nei, hann ekkert eitthvað ofurбjasinn, við hefum bara eftir að sjá hverju framvindur í því. Þannig að ég bara svona, maður bara svona, ég hef ekki að segja hófulega bjassinn. Svo náttúrulega líka bara svona atrið eins og ég held að Alvotech sé farið að hvernig Alvotech mun ganga á árunum, mun hafa mikið að segja þetta ef áætlanir að ganga eftir eða betri, að það mun hafa mjög jákvæð áhrif á markaðin, því þetta bara orðið það stórt, og hinbóin ef áætlanir ganga ekki eftir og þá þarf að sækja meiri peninga, þá þetta fer það í hinn áttina Já, klart. Algjörlega, yfir því persónulega erfið spurning, opin spurning, jafnvel opnar. Besta og versta fjárfesting á ferlir, Ármann? Þessi spurning á upprunum sinni rætur rekja til fótboltamanna en hún góð við alla. Það var oft gaman að spyrja þá hver versta fjárfestingin á ferlinu verið. Má vera dýll líka Má líka vera forstjóri banka. Já. Já, mér finnst þessi aðeins erfið. Ég náttúrulega, ef þetta eru mínar eigin fjárfestingar, þá náttúrulega hef ég stundum fjárfest í einhverju sem maður hefur tapað öllu, Já. Ég ætti nú örugglega að eiga eitthvað betra svar við þessu, en ég nú eitthvað hálf tómur. Ég fannst að ég fannst að góð fjárfesting þegar ég byrjaði á Kviku og keypti bréf og áskriftarréttindi í félaginu, þá var gengið 5, þó að manni finnst að vera mjög lágt í dag á 15, og þá hefur það verið mjög góð fjárfesting, og vonandi að hún eftir að reynast enn betri. Ég hlýt nú ég haldið ég ætti einhverja skemmtilega sögu að einhverju fjárfestingu sem ég hef tapað. Það var nú reyndar þegar ég var svona á yngri árum ég manna einhvern tíðan keypti ég þegar ég var í Kaupþingi í gamla daga, og þá keypti ég í íslenska jafnlendi félaginu sem hafði þá verið sett á, það var áður en það var Elkem, það hafði verið sett á markað á Íslandi. Og ég þóttist vera búin að reikna út að þetta verið frábær kaup og fjárfesti, þannig að maður átti nú ekki mikið pening, en fjárfesti þannig að það sem ég fannst háar upphæðir í þessu, og svo átti maður þetta í einhver 1 ár, 1,5 ár, og þetta lækkaði og það var mikið grínast með að fólk var að fara að spyrja mig hvað annað ég ætlaði að fjárfesti í svo það geti sjortað ákvörðuna, og svo loksins gafst ég upp á endanum og seldi þetta, og skömmu síðar held ég að við komið eitthvað snýrist verð á jafnlendi og þetta byrja að snarhækka og sem keypt út af Elkem með eitthvað svoleiðis. Þannig ég man alltaf eftir þessari fjárfestingu, þó ég á örugglega einhverjar álíka slæmar. Já, góð svör. Skemmtilegt. Það komið að hraðspurningum, loka liðinum, nema þú viljið bæta einhverju viðbyrgir? Nei, bara búið ekki hekja. Sannarlega. og halda honum heldur lengi. Já, ég veit það er bara frábært hátur. Já, aðeins búið að það er alltaf geðast Ármann, þú voru að fyrir ekki okkur það. Hraðspurningar, það er sjálfsögði búið í Kemi og Kemi Rúðurgun, hann fæst bæði með -18 og -26 gráðu frosthóli.
Það er rétt að vona, við þurfum ekki á honum að halda alveg strax. Jú, ég útiloka En við skulum ekki slá út af borðinu. Og svo eru sjálfsögum með frumeri og þeir sem eru með sexy endastaf, já, hérna hér. Já, og svo bónusmæntin bræðaref. Já, algjörlega, en hraðaspurningarnar. Já, ég ætla að taka strax fram, ég rosalega lélugur í hraðaspurningum. Ef ég þarf að taka snögga ákvörðun þá hún yfirleitt alltaf hræðileg. Þetta eru stjörnumertar hraðaspurningar. Okay. Já, þú bara þér frjálst að taka eins mikið tímiðar og Já, við erum ekki fara neitt sko. Hvað færið þér á búlunni? Ég fæ mér reyndar yfirleitt tilboð aldarinnar og stækka í kóng. Lægleg. Eins og ég skrifa þetta sjálfur. Uppáhalds staður í heiminum? Uppáhaldsstaður í heiminum. Já, helviti þessi eitthvað. Ég myndi bara segja Reykjavík. Það er allavega staðurinn sem að þú veist, ég myndi ekki kjósa að búa neins staðar annars staðar. Miami? Ég myndi ekki vilja búa þar, en mér finnst alveg gaman að koma ákvað og ég finnst, Já, Reykjavík. Sér eftir í eldhúsinu, út staður í bónus og ert að versla inn í rétt sem út að fara að elda til þess að gangi í augun á einhverjum eða gera eitthvað gott. Já, sem ég á elda? Já. Það mun ekki gangi í augun á neinum að ég sé að elda, en ég var nú frægur fyrir það þegar ég var þó að rembast við að elda á okkar yngri árum að þá var það helst spagetti sem ég gat þó svona búið til eða svona norsk, það hétt eitthvað svona norsk grítarétt sem var svona eitthvað bréf með einhverju dufti og maður setti svona hakki og grjón. Ég hef aldrei getað Ég heyri að þú ert ekkert mjög mikið fyrir eldhúsið. Nei, ég hef enga hæfileika þar og ég get ekki einu sinni grilla eins og flesti kallmenn sko. Þú veist, kjúklingurinn hann verður bara skaðbrendur utan og blóðugur að innan. Þú bara sendir í uppvaskið? Já, ég geng frekar frá og það er meira þannig á mér eða ég býð fólki bara út á borða, ég outsourca þessu. Uppáhaldslið í enska, spyrir lengi menn? Arsenal. Ég var mjög æstur Arsenal aðdáandi frá unga aldri, svo hef ég nú reyndar svo misti ég nú áhugaðan svona þegar byrjaði svona þegar maður varð eldri og svo þegar maður bjóð í London og Eiður spilaði með Chelsea þá fór ég einhvern veginn aðeins að halda með Chelsea og ég hef svona orð á mér fyrir það að vera svona, eins og ég segja, fairweather fan, ef það gengur vel hjá Arsenal þá fer ég alltaf inn að draga fram trefilinn, annars læti ég eins og ég hef ekki kannast ekki við þá. Þannig þú harður Arsenal í dag? Ég veit ekki segja harður, en ég var aðeins að flagga þessu meira í vetur Taldum Arsenal, hvað er það sem gerir Kristófer Orra svona góðum starfsmanni? Kristófer? Já, það er góð spurning, hann er allavega góður starfsmaður, ég held að hann sé bara, er þetta frá honum sjálfum? Já, nei, ég held að sé nú aðalega útliti bara. Sammála því. Já, það er þetta frábær fútur. Þitt liði bestu deildinni? KR, það sem Ægir Jarl frændi minn spilaði fyrir það er frændið og pappi heldur með KR annars held ég alltaf með IA í gamla daga svo það sé nú sagt að því ég er hálfur skagamaður. Taldum ferveðir, skiptu IA yfir í KR? Já, ég er svona, það er ekki mikið ballest í þessu hjá mér. Kaffi eða síkó? Kaffi. Já. Ég hef aldrei reykt, ekki að staða aldrei allavega. Púð eða kollab? Kollab. Já, kollab. Kollabintúr og tógara eða strandveiðbát? Ég held að ég sé líklega að vera á tógara. Já, það væri góður er ekki gufur þar og ljósabekkir og eitthvað svoleiðis mér finnst þetta hljóma eins og sé meira fyrir mig. Þetta er jafnframt loka spurningin. Hvað ráð myndir þú gefa ungu fólki sem stefnir á feril í fjármálageranum? Já, þetta er góð spurning. Ég, þú veist, ég myndi náttúrulega í fyrsta leið ekki fara í þetta nema, þú veist, ég myndi reyna að velja mér eitthvað fag sem maður hefur áhuga á. Ég held maður verði góður í sem maður
hefur áhuga og fólk auðvitað þarf einhverja góða menntun og þú veist, en mér finnst og það getur verið ýmsum toga, ég held að eins og við vorum að tala um áðan, ég held að sé alveg sniðugt að vera með fjölbreytta menntun, svo held ég líka bara að að bara vera duglegur og leggja hart að sér og reyna líka að vera svona jákvætt afl á vinnustæðnum, að svona, þú veist, ég held að skipti rosalega miklu máli hvort að fólki finnist þú vera svona, hvort þú sérst að varpa birtu og yl það sem þú ert að vinna eða ekki, sko, og ég held að þá bara vill fólk frekar vinna með þér og frekar framgang. En það eru þess að það eru margar leiðir til þess að flá köttin þegar kemur að því að ná langt í fjármálum eða viðskiptum. Ég sé fólk gera það já, bara á ýmsan hátt, en ég er svona aðhyllist að bara fólk leggja sér döfli fram. Ég er ekkert svona, þú veist, maður vill ekki vera ganga frá fólki í vinnu, en ég er svona ég er ekkert rosalega hrifinn af þessu svona hvað það virðist svona fólk er að tala um að það er bara, þú veist, helst að vera búið í vinnunni klukkan 4 og er svona meira upptekið hvað vinnustæðurinn á að gera fyrir það heldur en hvað þú er að gera fyrir vinnustæðin. Einmitt. Ármann Þórhallsson, takk hérlega fyrir komuna og takk hérlega fyrir kvöldi. Já, takk sömuleiðis. Takk. Ja.